Komiði sæl og verið velkomin í þennan fyrsta málefna þáttur RÚV með stjórnmálaflokkunum fyrir alþingiskosningarnar. Þetta svona nokkurs konar kosningakastljós því í næstu viku verða 2 þættir í viku helgaðir málefna umræðum. Vegna fjölda framboða höfum við brugðið á það ráð að skipta flokkunum upp þannig að helmingurinn mætir í kvöld og helmingur á fimmtudag. Já, við fórum til sýslumanns og fengum að til að draga það. Hvaða stjórnmálaflokkar mætast í þeim umræðu þáttum sem framundan eru. Þetta eru 10 þættir með 5 málefna þemu. Þess má geta að flokkar sem ekki bjóða fram á landsvísu velja sér jafn marga málefna þætti og þau kjördæmi sem bjóða fram í. Í kvöld ætlum við að ræða heilbrigðis- og velferðarmálin og við viljum heyra hvað ykkur finnst. Sendið okkur því endilega spurningar á Twitter undir hashtaginu kosningar. Hraðaspurningar, svona já eða nei spurningar eru til dæmis vel þegnar. Við höfum tekið saman 2 fréttaskýringar þennan víðfeðma málaflokk og þær má finna á kosningavefnum okkar ruf.is/x16. Á fimmtudag ætlum við að sýna ykkur samantekt velferðarmál en í kvöld ætlum við að byrja á því að líta á innslag heilbrigðismálin. Umræða heilbrigðiskerfið hefur verið fyrirferðarmikil á kjörtímabilinu og samkvæmt könnun sem unnin var fyrir RÚV telur rétt tæpur helmingur kjósenda að heilbrigðismál séu mikilvægasta kosningamálið. Þau eru líka einn stærsti útgjaldaliður ríkisins 152 milljarðar á síðasta ári, eða 23% af heildarútgjöldum ríkissjóðs. Þar af tekur Landspítalinn hæsta upphæð til sín eða rúma 48 milljarða í fyrra. Eftir hrun var skorið niður en á síðustu árum hefur verið gefið í og nú svo komið að fjárframlög til heilbrigðismála að raunvirði svipuð og árið 2008. Landspítali hefur í rauninni verið sveltur og með minnkandi fjárframlög meira minna alla þessa öld og þótt bætt hafi verið í síðustu ár þá dugar það ekki til. Nýleg skýrsla McKinsey ráðgjafafyrirtækisins sýni að álag á sérfræðinga sé tvöfalt miðað við samanburðarsjúkrahús í Svíþjóð en kostnaður þjónustunnar verulega lægri. Við teljum að þörfin sé það bil 11 milljarðar fyrir næsta ár sem fer þá í það að bæta rekstrarstöðu, taka upp nýja hluti og að sinna viðhaldi eins og þörfur á. Við sjáum það að þegar Landspítali hefur fengið viðunandi fjármagn eins og til dæmis í lækningatæki síðustu ár þá því fjármagni mjög vel varið og það leiðir til miklu betri þjónustu fyrir almenning. Verkföll heilbrigðisstarfsfólks settu svip sinn á kjörtímabilið og var jafnvel talað að aukið álag þýddi að lífi sjúklinga gæti verið stefnt í hættu. Að lokum var samið ríflegar launahækkanir sem gáfu tóninn fyrir aðrar stéttir. Með þessu átti loks að takast að manna stöður og draga fólk aftur til landsins. Það okkar stærsta áskorun að manna spítalann með viðeigandi starfsfólki með rétta hæfni og kemur til með að verða það áfram næstu árin og áratugina til þess að mæta þeim þörfum fyrir heilbrigðisþjónustu sem fyrirsjáanlega á Íslandi. Það skortur á ákveðnum fagstéttum. Það til dæmis verulegur skortur á hjúkrunarfræðingum, lífeindafræðingum og geislafræðingum. Staðan svo misjöfn innan læknastéttarinnar eftir sérgreinum. Skýrsla McKinsey bendir reyndar á að fyrirkomulag sérfræðilækninga þurfi að skoða og að heildarstefnu vanti í heilbrigðiskerfið. Þetta kemur til að mynda í ljós þegar staða heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni skoðuð. Margir tala að yfirsýn skorti og að taka þurfi ákvarðanir það hvað eigi að bjóða upp á hverjum stað og hverjir eigi að veita þjónustuna. Samkvæmt lögum eiga heilbrigðisstofnanir að veita almenna heilbrigðisþjónustu en sérhæfðari þjónusta hins vegar í Reykjavík, á Akureyri og á sérhæfðum heilbrigðisstofnunum eftir samkomulagi hverju sinni. Þetta getur valdið ójafnvægi. Til að mynda þjónusta geðlækna mjög af skortum skammti víða land. Annað sem menn nefna eru svo sjúkraflutningar. Það verkefni sem tengist ekki bara landsmönnum, heldur einnig sístækkandi hópi erlendra ferðamanna. Síðustu ár hafa mestu farið í að bæta stöðun eftir niðurskurð hrunáranna. Þrátt fyrir annað íslenskt heilbrigðiskerfi þó enn í fremstu röð. Framundan blasir hins vegar við ógnarstórt verkefni sem felst í hækkuðum lífaldri og breytti aldurssamsetningu þjóðarinnar. Huga þarf að hjúkrunarrýmum og dvalarheimilum og svo eru það forvarnir, lýðheilsa, sálfræði þjónusta og heilsugæslan. Í grunninn varðandi heilsugæsluna þá þarf að efla hana að fjármunum, mannskap og aðstöðu. Og einnig hitt líka að halda áfram uppbyggingu þjónustunar á breiðari grunni því það mun til lengri tíma litið létta á öðrum þáttum heilbrigðiskerfisins svo sem eins og spítalans okkar, Landspítalans. Sumir vilja meina að lausnin á vandanum sé aukin einkarekstur. Það muni fjölga valmöguleikum neytenda og draga úr álaginu á hið opinbera. Á næsta ári munu til að mynda 2 nýjar einkareknar heilsugæslustöðvar rísa á höfuðborgarsvæðinu. Ef til vill verður þetta eitt af stóru deilumálum næsta kjörtímabils. Það umfang einkareksturs innan heilbrigðiskerfisins.
Já, þess má geta að húmanistar sem aðeins bjóða fram í einu kjördæmi völdu að mæta í næstu viku í þáttunum efnahags- og atvinnumál og eru því ekki hérna með okkur í kvöld. En hingað hins vegar komin Sigrún Gunnarsdóttir frá Bjartri framtíð, Hanna Katrín Friðriksson frá Viðreisn, Sigurlaug Oddný Björnsdóttir frá Íslensku þjóðfylkingunni, Ragnar Þór Ingólfsson frá Dögun og Rósa Björk Brynjólfsdóttir frá Vinstri grænum. Velkomin öll sömur. Takk fyrir. Verið velkomin, en áður en við byrjum þessar umræður þá langar mig að biðja ykkur hér í kvöld að eiga samtal við hvert annað. Biðjum orðið, verið dugleg við það og jafnvel grípið það, en þar sem að þetta aðeins klukkstundar langur þáttur þá langar mig að biðja ykkur líkum að koma hratt að kjarnamálsins. Já, örstuðum leikreglurnar, en myndum okkur bara í þetta. Við sögðum hérna áðan í þessari stuttu skýringu að eitt kannski í deiluefni næsta kjörtímabils gæti verið umfang einkareksturs í heilbrigðiskerfinu. Það er okkur langað til að biðja ykkur að byrja á því að segja okkur hver stefna ykkar flokks varðandi einkarekstur og við byrjum hérna megin. Já, Björt framtíð, hún styður fjölbreytt rekstrarform til heilbrigðisþjónustu og nú þegar stór hluti heilbrigðisþjónustunnar rekinn af sjálfstætt starfandi aðilum og stofnunum sem að kjósa það rekstrarform. Við teljum ekki neina nauðsyn á því að auka þetta hlutfall. Þvert á móti þurfum við að styrkja þennan hluta þjónustunnar, styrkja til dæmis það hvernig ramma við hefum utan aðgengi þjónustunnar, gæði þjónustunnar og meðferð á því fé sem kemur frá ríkinu. En við styðjum sem sagt fjölbreytt en engin ástæða til að auka það. Hanna. Já, ég get bara tekið undir það í stórum dráttum. Við erum þegar með heilbrigðiskerfið þar sem að opinbera sinnir ríflega 70%, afgangurinn skiptist á milli sjálfseignarstofnana, félagasamtaka og síðan sveitarfélagi litlu meira og svo það einkarekstur og ég hef ekki heyrt nokkurn tala fyrir því að menn vilji hverfa aftur í það form að þessi 100% opinber rekstur, að þau opinbera sjá alla þjónustu. Þetta snýst bara einfallega það að í sumum kimum heilbrigðisþjónustunnar gott að hafa ákveðna samkeppni. Það ekki hægt alls staðar, eðli málsins vegna, við erum fámenn þjóð. En þar sem það hægt, það á það vel að verki staði geta skila sér þessi heilbrigða samkeppni í betri meðferð, betri þjónustu og vali notenda og starfsfólks. En það þarf að tryggja að það jafnt gefið í fjármögnuninni með ákveðnum kerfum. Það þarf að tryggja þessi jafnt eftirlit. Og svo tekið undir það sé engin áform hjá Viðreisn það að það sé leiðin í vanda heilbrigðiskerfisins sem á við þetta að auka einkarekstur, það heldur ekki vandinn í sjálfu sér, sá einkarekstur sem fyrir Heyra ákveðin samhljóm hérna á milli, Sigurlaug, hvað segið þið? Já, ég nú bara að mörgu leyti sammála þessu og okkar sýn einmitt svo og það hefur gefist vel að einkarekstur í heilbrigðisgeiranum þar að segja í heilsugæslustöðunum. Það hefur bara gefist vel. Það er heilsugæslustöðvar sem eru reknar sem einkarekstustöðvar og ég veit að það eru 2 útboð þannig núna í gangi og það er enda bara alveg sjálfsagt að hafa þetta blanda form og alveg sér í lagi þar sem komin góð reynsla á einkarekstur í heilsugæslustöðunum. En við getum náttúrulega kannski ekki haft sjúkrahúsin okkar þannig. Ragnar, þið eruð ekki alveg á þessari skoðun eða hvað? Nei, við í Dögum erum einmitt á öndverðu máli. Við viljum ekki einkavæða heilbrigðiskerfið. Það er alveg skýr stefna okkar. Við viljum og köllum eftir skýrri stefnu stjórnvalda og þeim sem að sjá þetta kerfi, hvernig við ætlum að hafa þetta í framtíðinni. Það er svolítið neyðarlegt að horfa á fréttaflutning af einkafyrirtæki sem að fara að stofna einkasjúkrahús og það einhvern veginn uppallar öxlum og það veit engin neitt vegna þess að það ríkir ákveðið stefnuleysi. Við tölum til dæmis heilsugæsluna, auðvitað ég var stórefla heilsugæsluna, en það verið að taka arð út úr heilsugæslunni nú þegar og það hleypur á 100 milljóna frá hruni sem verið að taka út í arð úr þessu kerfi og þessi arður ekki að skapa okkur betra heilbrigðiskerfi eða betri þjónustu. Það er alveg á hreinu. Þannig við erum alfarið á móti einkavæðingu og þetta á verið höndum ríkisins og fagaðilega. Fá heyra frá Rósu áður en við fáum viðbrögð frá ykkur. Já, Vinstri-hreyfingin grænt framboð ekki hlynnt einkarekstri í heilbrigðisþjónustu. Við erum ekki á því að heilbrigðisþjónusta eigi að vera gróðavegur og ekki eins og einhver annar business þegar kemur að heilbrigðisþjónustunni
og bæði landlæknir og forstjóri Landspítalans hafa einmitt gagnrýnt það að sérfræði lækna þjónusta í heilbrigðisþjónustunni á einkastofum. Hún hefur fengið að þróast í tíð núverandi ríkisstjórnar í þá vegu að það eru færri sérfræðilæknar innan sjúkrahúsana og innan Landspítalans sem hefur bitnað á þeirri þjónustu sem að almennir sjúklingar fá þar inni. Þannig að það er ekki á okkar stefnuskrá að vera hlynd einkarekstri í heilbrigðisrekstri, en við erum fylgjandi því að sjúklingar fái bestu mögulegu þjónustu inni á sjúkrahúsunum og inni á spítulunum. Og varðandi sérfræðilæknana að þá skipta þar líka starfsskilyrði og kjör miklu máli, og þessu náttúrulega viljum við snúa við, þar að styrkja þeirra starfsumhverfi og kjör inn á spítulunum. Og við vitum það, eins og var verið að rekja hér í innslæðinu hér á undan, að kjör heilbrigðisstarfsfólks hafa verið í kastljósinu nú á þessu kjörtímabili. Við höfum verið með undirborgaða unglækna en líka hafa kvennastéttir hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og ljósmæðra staðið í illvígum deilum hvað var að kjör sín og starfsumhverfi. Þannig að þar líka þurfum við að stíga inn í, en svona til þess að hnykkja því að þá er ekki grænt framboð ekki lín. Ég er ekki sammála samt því að þetta hafi gerst á einu kjörtímabili, þetta er búið að vera þróun síðustu 10 ára að þetta kerfisbundna svelti heilbrigðisþjónustunnar. Hanna Katrín, þú bættir orðið. Finnst þér að koma til greina að setja einhvers konar reglur það hversu mikið arð eða hvort að megi greiða arð út úr fyrirtækjum einkafyrirtækjum í heilbrigðiskerfinu? Já, mér langar aðeins áður að því hjó eftir hérna að þú talaður einkavæðingu heilbrigðiskerfisins. Spurningi var einkarekstur eða ekki, að grundvöllur munur þar á. Við erum að það er engin held, og ég hef ekki heyrt nokkuð mann tala fyrir því breytingu og því ríkisrekna heilbrigðiskerfi sem að við búum við, sem tryggir alla Íslendinga fyrir heilbrigðisþjónustu. Þetta snýst rekstrarformi og hvernig við bjóðum hana. Þannig að þetta var Þegar þú tekur arð út úr kerfinu þá er það ákveðin gerð af einkavæðingu. Ef við tökum starfsfólki út úr kerfinu. Eða þú ert að taka sérfræðilækna. Ef þú tekur arðsemi út úr kerfinu, það er búið að taka 100 milljarðar þegar bara í arðsemi út úr kerfinu, sérstaklega heilsugæslunni. Þessar tvær heilsugæslustöðvar. Mikil mun og einkarekstur og einkaregnu. En fyrir ekki, þú ert að spyrja um arðgreiðsluna. Já. Finnst þér komið til greina að setja einhverjar hömlur á það? Það er gert, til dæmis, ef ég veit rétt, þá er verið að gera það í þessum heilsugæslustöðvum sem Sjálfstæðisflokkurinn er að setja núna hérna á laggirnar áramót. Í þessum mismunandi einingum sem eru einkareknir í dag, þá eru allar gangur á þessu. Það sem ég er mikilvægara ef við ætlum annað borð að nota einkarekstrarformi sem þennan valkost og nota hann sem þetta tæki til að auka ákveðna skilvirkni og bjóða upp á samkeppni þar sem hún á við innan kerfisins, þá finnst mér mjög mikilvægt að fjármögnunarkerfið, finnst það lykilatriði að þessi allir aðilar, opinberir og þeir sem allir einkareksturinn, sitjum við sama borð hvað varðar fjármögnun. Hvað varðar ábyrgð á verkefnunum, gæðaeftirlit og annar ekstra eftirlit. Eftir það finnst mér þetta að vera. Það er eitt sem ég langar til að fá svör frá ykkur öllum örstutt við og það snýr það er að segja framboð á þjónustu. Því að meðal annars í nýrri skýrslu McKinsey er talað offramboð á læknisþjónustu og það kemur auðvitað beint inn á meðal annars einkarekstur, sérfræðilækningar og annað slíkt. Það langar til að fá örstutt frá ykkur hvort að þið teljið að þau þurfa að setja skýrari reglur það hvað í rauninni megi gera í heilbrigðiskerfinu, hvort að ríkisvaldið, þú opinbera þurfa að hafa skýrari eftirlit með því hvað er gert innan heilbrigðiskerfisins. Er það að meina varðandi þjónustuna eða? Já, rauninni varðandi kannski sérstaklega þær aðgerðir sem boðið eru upp á. Já, eins og ég var að minnast hérna áðan á, þá hefur landlæknir og forstjóri Landspítalans gagnrýnt það hvernig í raun og veru sérfræðilækningar hafa dregist út úr hinu opinbera kerfi inn á einkastofur. Og ég myndi segja að það veri grundvallaratriði að snúa því við í sátt og samlyndi, það sjálfsögðu, og bjóða sjúklingum sem koma inn á spítalana upp á þá bestu þjónustu sem völ er á. Já, við þurfum að hafa miklu svona heilstættari sýn í kringum heilbrigðiskerfið og meira skipulag. Það gengur ekki að við fáum læknaverkvöll og síðan verkvöll hjúkrunarfræðinga og svo sjúkraliða og svo ræstingafólks, að við þurfum að hugsa þetta svolítið heilstætt og við þurfum að taka alla þætti inn í þegar við tölum heilbrigðiskerfið. Já, en viljið þið setja skýrari reglur til að mynda fjölda aðgerðar sem eru veittar á einkastofum? Já, allavega rauninni hafa skipulagið skýrt. Það skiptir svo miklu máli að við séum að vinna eftir einhverju stefnu
og eftir einhverju skipulagi það sé skýrt og það hafi eins og sé allir þennan aðgang að kerfinu sem þurfa svo nauðsynlega á því að halda, sem ekki í dag. Það sem ég langar eiginlega til þess að koma inn á og mér finnst oft gleymast í öllu þessu sambandi að grunnþjónusta út land hefur dregið svo mikið saman í gegnum árin að við erum eiginlega jafnvel verr stödd heldur en við vorum upp úr miðri síðustu öld sem nú svolítið hart að láta út úr sér. En málið bara þannig að grunnþjónusta í heimabyggð hefur dregið saman. Já, við ætlum kannski að ræða þetta betur og eftir að því við erum að fá svar við þessari tilteknu spurningu núna. Já, fyrirgefðu. Allt í lagi. Ræðum við landsbyggðina eftir augnablik, en Spurningin sem sagt hvort það eigi að vera einhver stýring. Svona skýrari opinber stýring, já. Ég held að það liggur eiginlega bara í augum uppi að við búum við kerfi, hversu vel í lagt að eftirspurnin verður alltaf meira en framboð og þá liggur það líka hlutarins eðlilega að það verður að vera einhver forgangsröðun og einhver stýring. Það er mikilvægt að hún sé öllu í kerfinu. Hún þarf að vera inn í opinbera kerfinu líka. Það þarf að vera einhver heildarsýn og við þurfum bara að hafa og það þarf að vera alls konar þættir, það þarf að stjórnmálin þurfa að stíga þar inn í fagfólkið, siðfræðin. Þetta risa verkefni. Þannig að í grunninn ég sammála en ég held bara verkefni sé við þurfum að útvíkka það. Ég held að sé mjög eðlilegt af því við erum hérna með norrænt velferðarkerfi. Við erum með heilbrigðisþjónustu sem fyrst og fremst rekin fyrir skattfé. Og mér finnst mjög eðlilegt að sá sem greiðir fyrir þjónustu hann hafi hann að segja og það séu gerðir samningar líkt og gert ýmsa hluta þjónustunum, þá finnst mjög eðlilegt og þessu hefur nú verið fleygt fram núna nýlega að það væri ef til vill skynsamlegt að setja saman þá sem eru einyrkjar eða fáir á sjálfstætt starfandi þannig að það séu gerður samningur sem að varðar þá aðgengi, varðar gæði og varðar meðferð og við getum sagt ábyrga meðferð á skattfé. Og þá vil ég taka fram að Björt framtíð leggur áherslu á að heilbrigðisþjónusta sé ekki rekin í gróðaskyni. Tölum aðeins hvað það kostar að sækja sér heilbrigðisþjónustu. Hér á landi kostnaðar þátttaka almennings með því mesta sem gerist í nágrannalöndunum. Stefna þessara ríkisstjórnar hefur verið að reyna að draga úr kostnaði þeirra sem að þurfa mikilli heilbrigðisþjónustu að ræða, en það hefur í för með sér að samkvæmt umsögn Sjúkratrygginga við frumvarp ráðherra að 85.000 Íslendingar þurfa að greiða aðeins meira fyrir þá heilbrigðisþjónustu sem að þeir sækja. Þetta kerfisbreyting sem að þið styðjið? Rósa, við byrjum á þér. Kerfisbreytingi þá að draga úr kostnaði heimilana? Já, breytingin var svo að draga úr kostnaði þeirra sem þurfa á mjög mikilli aðstoð að halda. Já. En það hefur í för með sér að megin þorri almennings sem fer sjaldnar til læknis þarf að borga eins. Já, okkar sýn náttúrulega svo að kostnaðar þáttaka heimilana og allra sem að leita sér læknisþjónustu, hún lækki. Eins og þú bentir á að þá kostnaðar þáttaka heimilana með hæsta móti hér á landi. Hún 18% í samanburði við 3% í Svíþjóð og ég held að heilt yfir þá þurfum við að horfa á þetta heildrænt og lækka almennt sér þennan kostnað heimilana. En ég meina réttilega, fólk að veigra sér við því að sækja sér heilbrigðisþjónustu, veigra sér við lyfjakaup vegna þess að það hefur einfaldlega ekki efni á því. Og það bara ekki viðunandi staða og þessu viljum við breyta, sjálfsög. Ragnar? Já, við höfum nokkuð skýra stefnu í þessu, alveg skýra stefnu. Greiðsluþátttaka sjúklinga, hún veldur einfaldlega því að fólk veigra sér við að nota þessa þjónustu. Og það sem gerist að þetta kostar samfélagið miklu meiri pening og samfélagið. Alveg svo við erum með biðlista, margra ára biðlista eftir greiningum og greiningastöðu fyrir börn og svo framvegis. Við erum að taka bara móti sjúkustu einstaklingunum inn á bugl. Við erum að lenda í því að við erum búin að svelta þetta kerfi allt of lengi og þetta að skapa svo mikið langvarandi kostnað fyrir okkur þegar uppi staðið að við myndum spara okkur stór pening á því að sinna þessum málaflokki betur, fækka biðlistum og búa til heilbrigðiskerfi sem gjaldfrjálst og sem einhver sómi af. Þannig að þú vilt að kerfið sé gjaldfrjálst á öllum stigum þess? Að sjálfsögðu og við höfum að taka þetta í miklu víðara samhengi heldur við gerum í dag. Þetta ekki bara spítalinn, þetta allt heilbrigðiskerfið eins og leggur sig. Það eru allstaðar biðlistar og við getum bara tekið geðheilbrigðismálin sem dæmi. Bara örstuð hefur... Ég meina bara örstuð skilur. Þú veist, viltu taka barn þegar það komið hnífinn í hendurnar eða viltu taka á vandamálinu strax í byrjun?
þegar þú komið með hegðunarvandamál eða eitthvað slíkt, að taka á þeim strax í byrjun heldur að bíða, kerfið er svelt og það bíður alveg undir það síðasta og þá byrja vandamálin og þá byrja kostnaðurinn fyrir álverið. Bara rétt aðeins að því þú vilt að heilbrigðiskerfið sé gjaldfrjálst, veistu hvað það kostar? Ég hef heyrt tölur upp á 6, 7, 8 milljarða, en þetta er ekki bara við sem erum að nýta þetta kerfi, heldur við erum að fá hugsanlega 2,5 milljónir ferðamanna á næsta árum, það eru spár til 2018 og þarna eigum að geta sótt peninga með til dæmis ferðamannaskatti til þess að efla grunnþjónustuna, löggæsluna, heilbrigðisþjónustuna, ekki bara hérna í Reykjavík, líka á landsbyggðinni. Já, við myndum gjarnan vilja allavega að byrja á því að sjá grunnþjónustuna gjaldfrjálsa. Það er alveg rökrétt að byrja á því. Okkar fólk sem þarf að leita mikil lækninga oft, svo sem aldraðir og öryrkjar og þeir sem að búa við langvinnandi sjúkdóma, að þeir þurfa sífellt að vera að fara til læknis og leita til heimilislæknis, þannig að það verður hægt að byrja á því að gera það gjaldfrjálst og það ætti ekki að kosta okkur svo mikinn pening. Síðan mætti taka þetta kannski stig frá stigi að vera gerð einhver heildaráætlun þessi mál. Eins og hann kemur fram með og við vorum búin að skoða reyndar líka að gera heilbrigðisþjónustuna gjaldfrjálsa alveg geti kostað þetta 7 til 8 milljarða, en ég held að gáfulegt sé að gera þetta stigi og gera áætlun sem hægt þá væri að fara eftir. Svo hefur ekki bara að spyrja hvað þetta kostar, við höfum líka að hugsa hvað sparar þetta okkur, já, það náttúrulega gerir það líka. Að auka og bæta þetta aðgengi. Anna Katrín. Já, ég tek undir það og þessar aðgerðir að það er mjög mikilvægt að ganga í það að skilgreina ákveðið þak fyrir fjölskyldur varðandi greiðsluþátttöku. Og jafnframt að koma á móts við þá sem verst eru settir. Það er algjörlega ólíðandi að það að greinast með illvígan sjúkdóm setji fjárhag heimila á hvolf og það er óverjandi í samfélagi eins og Ísland að það sé fólk sem hafi hreinlega ekki efni á að veikjast. En er það gert það sem gert hefur verið? Já, en við erum samt, við þurfum að horfast í augu við raunveruleikann líka vegna þess að þessi greiðsluþátttaka í dag, þessi 19% held ég að sé, þeir eru á bilinu 30 til 35 milljarðar á ári og á sama tíma, og við hlustum hérna á í þessari fréttaskýringu mjög áhugaverð þarfirnar inn í kerfi, bara þannig að það sinni hlutverki sínu, kippum við ekki neðsta kuppnum undan til að setja ofan á, það breytir engu. Þannig við þurfum að gera þetta í skrefum að lækka, en svo er bara annað sem ég langar að árétta hér, þannig að við hjá Viðreisn höfum lagt fram okkar stefnu og við byggjum hana á bara kröfu að það verði skýr forgangsröðun á ríkisfjármálum í þágu heilbrigðismála núna. Það er bara komið að því að svara því kalli. Við getum tekið síðan annan debatt það hvaðan peningarnir koma, við erum með leiðir í, það eru nýjar leiðir og gamlar í því. Þessi aukning, fyrir ekki verið að fá klára, þessi aukning hins vegar, þannig að við þurfum að svara því að við ætlum að verja þá sem mest nota heilbrigðisþjónustuna og þá sem verst eru settir, verður ekki sótt í vasa millistéttarinnar með auknum skattaálögum. Sá brunnur er bara að verða uppurinn. Við þurfum að hugsa hlutina öðruvísi. Sigrún, hvernig vilt þú haga kostnaðarþátttökunni? Þetta voru tímamót í vor þegar að tillögurnar voru samþykktar sem að nefnd sem að kenndi Pétur Blöndal skilaði. Ég sat í þeirri nefnd í 2 ár með Pétur Blöndal og það var mjög lærdómsríkt að fara í gegnum það. Við gengum eins langt og hægt var í tillögum okkar, en auðvitað var þetta áfangasigur, en sem góðu fréttirnar eru þær að það er alveg búið að girða fyrir það að fólk sem lendir til dæmis í krabbameinsmeðferð, það borgar ekki þessar hræðilegu upphæðir lengur. Það er komið þakið þarf að lækka. Tillögur Bjartrar framtíðar inn í þeirri nefnd var að öll heilbrigðisþjónusta fyrir börn væri gjaldfrjáls. Það náðist ekki samstaða það í nefndinni, en þetta var áfangasigur. Við þurfum að halda áfram. Minnka kostnaðarþátttöku einstaklinga og fjölskyldna. Nefnilega það, við erum svona að færa okkur út í stóran lið sem að snýrað útgjöldum hins opinbera til heilbrigðismála. Forstjóri Landspítalans sagði hérna áðan að það þurfi 11 milljarða aukningu í fjárframlögum til Landspítalans til að vel megi við una. Það sagði að þá sé hægt að sinna viðhaldi, taka upp nýja hluta í starfseminni og endurnýja tæki. Þið hafið svona einhvern hátt öll lýst yfir vilja til þess að bæta við framlögum í heilbrigðiskerfið. Þannig að mér langar til að bara spyrja hvað viljið þið setja marga milljarða í viðbót í heilbrigðiskerfið, því að mér heyrist þið öll vera að lofa einhverju þannig upphæðum, kannski byrja í miðjunni. Já,
það fer náttúrulega eiginlega bara eftir hvað ákveðu verður að gera í þessu sambandi, hversu mikið pening þarf að setja í þetta. Nú, mörg síðari ár hefur fleiri milljörðum verið eitt í alls konar gæluverkefni og okkar skoðun svo að vel mætti athuga hvert þeir peningar hafa farið og hvort ekki var hægt að hagræða eyðslu okkar þannig að kæmi vel við þá sem að þyrfti raunverulega á því að halda. En hafið ekki sett fram einhverja tölu eða hugmyndir það hversu miklu í rauninni þið myndu vilja bæta inn í þetta kerfi? Ekki raunverulega vegna þess að þetta skapa svolítið mikið eftir hvaða leiðir verða farnar. Nema það þó að ég veit það að næstu árum þá mun bæði Landsvirkjun og Landsnet þar mun skapast mun meiri peningar og koma inn mun meiri peningar heldur en hafa verið og það til dæmis aurar sem mætti skoða til þess að nota að einhverju marki í að gera við okkar heilbrigðisþjónustu til dæmis. Þannig að þið eru ekki rauninni með ákveðna tölu? Ekki með ákveðna tölu því það færi eftir hvað það sem maður myndi gera. Sigrún, hvað er þetta? Já, sko, sannarlega þarf að auka fé til heilbrigðisþjónustunnar og ef við tölum Landspítalann en það þarf líka að skoða það mjög nákvæmlega hvernig við ætlum að fara með það fé og það þarf sannarlega að tryggja húsnæði þannig að það gengur náttúrulega ekki að halda þessu svona áfram samhliða því húsnæði og tæki, samhliða því verðum við að mæta því kalli eins og var varpað hér fram á þenni fréttaskýringunni sem skortur á starfsfólki og aðbúnaður starfsfólks og það er hrópandi vandamál að fólk sem hefur jafnvel útskrifast sem hjúkrunarfræðingar eða læknar og jafnvel farið í sitt sérnám lítur ekki á það sem aðlaðandi kost að koma tilbaka. Í þessu felst mjög mikið tap þannig að ef okkur tekst að laða að fólk og halda í fólk þá mikið unnið þannig að við erum ekki með einhverja tiltekna hugmynd einhverja fixeraðar upphæð heldur fyrst og fremst byggir þetta á þörf Landspítalans til að vinna að bættum aðbúnaði í húsakosti og laða að hæft starfsfólk. Við þurfum að ná því. Hafið ekki hugmynd eitthvað bil því að þetta er risastór útgjaldaflokkur, flokkarnir að lofa margir hverjir með stórum breytingum. Við getum alveg, ég ætla ekki að fara að segja það hér hvað bil það væri en sannarlega er mikilvægt í slíkum samningaviðræðum og slíkri áætlanagerð að líta á faglegt mat. Við verðum náttúrulega að venja okkur á það í heilbrigðisþjónustunni og öðrum kerfum að treysta faglegu mati þeirra sem best þekkja. Það er nú ágætisregla. Ragnar, ég kannski fara til því næst. Já, við heyrðum í innslaginu að þar talaði forstjóri Landspítalans 11 milljarða, þar var tala, en sko við erum að fókusa svolítið mikið á hvað hlutirnir kosta vegna þess að það er mjög erfitt að henda reiður á það nákvæmlega hvað kostar að reisa heilbrigðiskerfið við. Við vitum nokkurn veginn hvað vantar í það, við vitum nokkurn veginn hvað kostar að hafa það gjaldfrjálst eins og það er í dag, en til þess að gera það þannig að sé í rauninni sambóðið okkar lífsgæðum að það sé sómi af þessu kerfi og við getum eytt biðlistum og við getum líka verið með gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu fyrir þá sem eru að lenda í veikindum einmitt í undanfara krabbameinsmeðferða að þá þurfum við einfaldlega að greina það betur en við erum með skattstofna sem eru ónýttir. Við erum að fá fréttir af því að hér séu skatta undanskot upp á 90 milljarða á ári. Ríkisstjórnin núna síðast það var forgangsverkefni á henni að lækka skattinn á fámennustu auðklíkuna hérna í landinu sem voru veiðigjöldin. En þið hljótið að áttu ykkur á því svona hvaðan þessi spurning kemur því að ég maður þó eru það bíl 87.000 Íslendingar sem að skrifuð undir það að ákveði hlutfall af vergri landsframleiðslu ætti að fara í heilbrigðiskerfið þessi fræga undirskriftasöfnun þannig einhvern veginn svona maður gerði ráð fyrir að flokkarnir hefðu kannski einhverja hugmynd Þetta er líka greiningavinna sem þarf að fara fram. Ég held að enginn hérna inni geti hent einhverja reiður á því hvað þetta kostar en það þarf svo sannarlega að fara í þetta og við verðum líka átt okkur á því hvað erum við að spara með því að bæta kerfið fyrir fólki sem að veigra sig við að nota það. Hvað erum við að spara mikla peninga á því að eyða á biðlistum? Það er stór sparnaður í því að móti líka. Rósa.
Við vitum alveg hvað að, heilbrigðiskerfið undir fjármagnað og hefur verið allt og lengi og þetta staðfesta tölur frá OECD og þessi nýja McKinsey-skýrsla að undir fjármögnun hún hefur verið allt frá árinu 2003 ef ekki lengra aftur í tímann. Og það stefna okkar í Vinstri-hreyfingunni grænu framboði að það verði eitt af okkar fyrstu verkum ef við komumst í ríkisstjórn að koma á laggirnar aðgerðaáætlun í samráði við fagaðila og notendur heilbrigðiskerfisins endurreisn heilbrigðiskerfisins og það verður farið í það stig á stigi með því að stórauka heildarútgjöld til heilbrigðismála úr tæpum 8,7% núna í 11% árið 2020. Fjármálaráðuneytið segir að það muni kosta 50 milljarðar ríflega, 53 milljarða á ári. Já. Það upphæðin sem að þú ert tilbúin að leggja til viðbótar inni við þá 190 sem nú þegar fara til heilbrigðiskerfisins? Já, við erum að tala aukningu á fjármunum. Og þegar við erum að tala prósentölur þá náttúrulega af heildarútgjöld til heilbrigðismála þá náttúrulega sjálfsög hækka þær tölur í krónutalið. En þetta krafa tæplega 87.000 Íslendinga sem hafa sýnt það með undirskriftum. Og ykkur finnst þetta raunhæft? Þetta raunhæft. Og við höfum ákveðnar aðgerðir til þess að styðja þessa tekjuáætlun okkar. Hanna? Já, þetta þetta erfið spurning, en þetta náttúrulega stóra spurningin, það ekkert öðruvísi. Þú fyrst ekki farið til að svara náðan, þannig að þú verður að vera mjög snögg. Ég er ekki búin. Nei, ég gleymdi mér. Nei, það var Sigrún, fyrir ekki. Já, ég að byrja. Við erum að tala ég meina við hendum þessu saman, við erum að tala það að það þessir 11 milljarðar sem að forstjóri Landspítalans talar að vanti þar inn. Við erum að tala 3 milljarðar sem öldruðu þjóðarinnar. Svangvið talaði, ég heyrði rétt 1 milljarð sem vantar inn í heilsugæslunni, rekstrargrunnin þar. Eitthvað ætlum við að lækka greiðslu, þáttöku almennings, ég var að segja 2-3 milljarðar þar. Spítalinn, nýja endurnýjun og húsakosti spítalan sem löngu tímabær. Þetta 50-60 milljarðar fyrir 2022, þannig við erum kannski að tala 10 milljarðar á ári þar. Við erum komin upp í 30 milljarðar, við erum ekki byrjað að tala landsbyggðina. Bara spítalinn, það 60-70 ef ríkið ætlar að byggja eins og ríkið hefur byggt undanfarin ár, þá mun það kosta allavega 120. Já, við vonum ekki. Nú erum við með byggja spítalinn ef við ekki tryggt rekstrargrunn. En auðvitað það mál líka að við erum að tala, það eru samt ákveðnir hluti sem vinna með okkur. Ég meina stór hluti af kostnaði kerfinu vegna lífstílstengdra þátta, sjúkdóma, það stærsti kostnaðurinn það. Það getum við spyrnt við fótum og ef við okkar litla þjóð getum það ekki vel mennta, þá getur það einfaldlega enginn, það tapaðslagur. Og síðan erum við að tala þrátt fyrir að sé forgangsröðun í ríkisfjármálum, þá erum við samt að tala það bara komin tími til núna til aðgera, nú förum við inn í og við fáum gjald frá þeim sem nýta náttúruauðlindirnar okkar í arðsemiskyni, við fáum gjald frá þeim og við fáum þessa innspýtingu inn í kerfið. Það bara komin tími til þess. Ég ætlaði bara aðeins að nefna þetta, ég ber djúpa virðingu fyrir þessum undirskriftum og vilja þjóðarinnar að styrkja heilbrigðisþjónustuna peningalega. En ég ekki viss að hlutfalla landsframleiðslu sé endilega besti mælikvarðinn þar á. Því landsframleiðsla fer upp og hún fer niður en þarfir okkar fyrir heilbrigðisþjónustu fylgja því ekki. Og við höfum jafnmikla þörf fyrir heilbrigðisþjónustu eftir sem að kannski helst þegar hún fer niður. Þá skulum við taka eina hraðaspurningu aðeins að auka tempóið en hann snýr einmitt að Landspítalanum og hún svona, vilt þú að Landspítalinn rísi við Hringbraut eða vilt að honum verði fundin nýr staður og við skulum bara byrja á þér, Ragnar. Já, við viljum allir nýja spítala. Hringbraut það verkefni komið lengst og ástandi bara á Hringbrautinni orðið þess eðlis að það verður að fara í þetta verkefni strax ef á að fara í þetta. En fyrir að fyrsta, eins og ég sagði áðan, við verðum að tryggja rekstrargrundvöll spítalans áður við förum að byggja eitthvað. Sem sagt, á Hringbraut? Já, til dæmis, já, á Hringbraut. Það verkefni komið lengst í dag og það verkefni sem við teljum að það eigi að halda áfram með. Annars komum við til með að bíða í nokkur ár allavega. Rósa. Við viljum klára byggingu nýs Landspítala við Hringbraut og hætta að draga lappirnar og bara klára þetta verkefni. Það löngu komið tíma það. Löngu tímabært að ljúka uppbyggingu á Hringbraut. Það allt of seint og allt of flókið að fara að hringla með það. Ljúka þessu sem fyrst. Það plús ég svar með einu orði. Já. Hringbraut. Já, ég verð að segja fyrir okkur að við erum náttúrulega bara hlynntar í því að byggja nýjan og glæsilegan spítala við Vífilsstaði eins og
eins og meirihluti þjóðar virðist vera sammála með. Það er gott aðgengi frá öllum hliðum, öllum sjónarhornum, auðvelt að hafa þyrlupall og annað. Í dag því þannig varið að það búið að loka neyðarbrautina Reykjavíkurflugvelli. Við erum búin að vera að byggja upp neyðarflugvelli út land, en hvar það að lenda? Aðgengi í kringum flugvellin, í kringum sjúkrahúsið á Hringbraut eiginlega bara alveg skelfilegt. Flott, þá höfum við þetta svar við þessari hraðaspurningu, en við ætlum að vinda sjónum okkar út á land, á landsbyggðina. Við höfum verið að ræða heilbrigðiskerfi hér aðalega á suðvesturhorninu og mér langar að vita hvernig teljið þið að það sé hægt að efla heilbrigðisstjórnustuna út á landi eða kannski bara allt í fínu lagi? Og það spurning hvar við byrjum, Baldvin. Já, ég skal velja. Við skulum bara byrja á Ragnari. Ég skal alltaf byrja, það ekki bara. Nei, eins og ég kom inn á áðan, að þá stefnir til dæmis í það að við verðum með fjölda ferðamanna upp á 2,5 milljón ef að spár ganga eftir árið 2018. Og þetta þýðir að við erum með miklu meira álag á heilbrigðiskerfið. Álagi sem dreifist ekkert bara yfir Reykjavíkursvæðið heldur líka á landsbyggðinni. Og þar á ég líka við ekki bara heilsugæslu og sjúkra þjónustu á landsbyggðinni. Það stórefla það líka samhliða því. Það minnkar líka álagið á spítalanum í Reykjavík. Að með þessari aukningu ferðamanna, þetta margföld, margfaldur íbúafjöldi á Íslandi sem við erum að fá bara í heimsókn og þetta fólk að slasa sig og þarf að nýta þessa þjónustu, bæði löggæslu, sjúkraflutninga. Og við sjáum það alvarlegustu slysin sem verða eru yfirleitt ekki innan borgarmarkanna heldur út á landi og við þurfum einfaldlega að horfast í augu við þessa þróun og þess vegna eigum við að stór auka og efla heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni. Ertu með einhverja sérstaka forgangsröðun? Kannski ekki endilega sérstaka forgangsröðun, en við hljótum að horfa til þeirra staða þar sem að nauðin brýnust og álagið mest. Rósa? Já, það skýr framtíðarsýn okkar í VFG að efla heilbrigðisþjónustuna út á landsbyggðinni og þessa grunnþjónustu sem að fólk þarf að leita til fyrst. Þannig að það verði í alvörunni fyrst í viðkomustæði fólks og þessi viðkomustæði bjóði þá upp á alvöru þjónustu. Og það bara skýrt og skorinort í okkar stefnu að efla þessa grunnþjónustu á landsbyggðinni sem eru heilsugæslan. Ég heyrði einmitt eins og fleiri hér að í fréttunum í kvöld að vera að tala bara hér á höfuðborgarsvæðinu heilsugæslunni vantar 1 milljarð til að standa undir því álagi sem hefur aukist hér síðustu árin. Og við þurfum bara að skoða og horfa á þetta í heild sinni og skoða heilsugæsluna út á landi og efla hann og styrkja. Er það fyrst og fremst heilsugæslan eða aðrir þættir sem þið horfa? Já, það bara þessi grunnþjónusta sem fólk þarf að búa við, þannig að það geti valið sér búsetu óháð því hvers konar þjónustustig það að búa við. Það eiga allir að búa við sömu þjónustuna, hvar sem þeir búa. Sigrún? Já. Sko það eru mörg tækifæri á landsbyggðinni að bæta. Við hefum gert svona bara lauslega skoðun á þessu í tengslum við frumvarp sem Björt Framtíð lagði fram á síðasta þingi aukna fjarheilbrigðisþjónustu. Það var samþykkt og nú verið að hrinda í framkvæmd þeirri áætlun. Það eru nokkrir þættir sem eru veikleikar á landsbyggðinni. Það til dæmis aðgengi að sálfræðiþjónustu og geðlæknisþjónustu. Það aðgengi að þjónustu fyrir aldraða og það aðgengi að fæðingarþjónustu. Bara nefna þessa 3 þætti. Þeir eru þess valdandi að fólk líður ekki nógu vel, en til þess að styrkja þetta þurfum við ekki endilega að flytja sérfræðingarnir í heilu lagi á alla hluta landsins. Heldur getum við nýtt tæknina fjarheilbrigðisþjónustu ennþá frekar eins og mörg dæmir erlendis og hérlendis eins og Kirkjubæjarklaustri og nýta aðra starfshópa. Við þurfum að efla þáttöku annara faghópa í heilsugæslunni heldur en bara, það ekki bara allt snýst ekki allt lækna. Sjúkraþjálfarar geta tekið á móti stoðkerfisvanda, hjúkrunarfræðingar geta sinnt mjög mörgum þáttum og svo framvegis þannig að við þurfum líka að hugsa hvort að við getum nýtt litlu sjúkrahúsin betur. En þetta þarf að gera með heildarstefnu og langtíma hugsun sem að við styðjum mjög mikið. Sigurlaug, þú varst nú að byrja að ræða þetta málefni áðan, þannig að... Já, einmitt, þetta líka svolítið nær mínu hjarta, eða nálægt mínu hjarta. Því bara upp úr miðri síðustu öld var ástand eiginlega betra í þessum efnum.
vegna þess að þá var hægt að leita heimilislæknis, fæðingarlæknis eða ljósmóðurs bara á flestöllum stöðum á landinu. Nú þetta ekki orðið svoleiðis. Fólk hefur ekki þjónustu í rauninni í sinni nær heimabyggð og ég meina það hlýtur að vera afturför sama hvernig maður lítur á það og ég myndi gjarnan vilja sjá að þessi hlutir yrðu teknir til gagngerðar endurskoðunar vegna þess að við getum ekki eiginlega leyft okkur að koma svona fram við landsbyggðina finnst mér sko. Því það nú bara stjórnarskrá réttur fólks að fá lágmarksgrunnþjónustu í nær umhverfi sínu. Já, ég er þeirri skemmtilegu stöðu að vera alveg sammála hægri vinstri og ég sammála Rósi í því að það sé lykilatriði út á landsbyggðina að efnilega heilsugæslustöðvarnar sem svona fyrsta viðkomustað í heilbrigðiskerfinu. Jafnframt er ég sammála þessum áherslum á fjarlækningar og við getum nú horft til ekki verið nákvæmlega okkar en grænlendinga í því hvernig þeir hafa byggt upp sitt kerfi þar. En það sem er líka lykilatriði að við gerum er að skilgreina nákvæmlega hvaða þjónustu þætti eiga að vera í boði þarna, ekki bara heilsugæsluna. Ég held að sé ekki síst þessi óvissa sem fólk býr við, sem truflar og eykur á óöryggi. Skilgreina nákvæmlega og þá felst þau í því á heilsugæslustöðina bjóða upp á röntgenþjónustu að búa brot. Ef svo er það þarf bara fólk á bakvakt, þetta er bara liggur fyrir. Og ef ekki þá er bara næsta verkefni að stytta bara þann tíma sem það tekur að komast á næsta áfangastað, næsta stærri kjarna og svo áfram. Vegna sem búum einfaldlega við þar að við erum svo fá, getum ekki byggt upp svona sérhæfða þjónustu alls staðar, langar að bæta eina við, svo ég sé nú alveg saman öllum hérna og það eru ferðamennirnir og það er bara frábært ef við förum, ef það er fæðin oft sem stendur fyrir þrifum við náum að byggja upp sérhæfðari þjónustu, ef að þessi fjölgun ferðamenna verður viðvarandi, nú þá erum við komið borgandi einstaklinga inn í kerfið, frábæra fréttir, þetta er ekki álag á kerfið, þetta hjálpar okkur að rífa kerfið upp. Langar aðeins að grípa henni bolt á lofti varðandi þessa heildarsýn í heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni. Þetta verður náttúrulega líka að haldast í hendur við uppbyggingu innviða þar að segja samgöngukerfisins, menntakerfisins og svo framvegis á landsbyggðinni. Þannig við sem ekki bara að einblína það að byggja upp heilsugæsluna á landsbyggðinni, heldur þurfa stuðningur, samfélagslegur stuðningur og innviðirnir verða að styðja við þessa þjónustu á landsbyggðinni. Þar verðum við líka að gefa inn í á sama hátt. Við ætlum örlítið að svona skipta takt. Við erum búin að vera einblína á heilbrigðismálin síðustu mínútur. Okkur langar til að fara aðeins og ræða stöðu aldraðra og öryrkja. Ég minni á að það má sjá fréttaskýringu velferðarmálin á kosningavef RÚV, rúv.is/x16 sem við förum stutlega yfir stöðuna. Endilega kíkið á það, þið sem eruð að horfa heima og þið eru búin í þessum þætti. En tölum aðeins fjölgun öryrkja. Samkvæmt tölum Tryggingastofnunar hefur öryrkjum með 75% örorku fjölgað tæplega 1000 á fyrstu 6 mánuðum þessa árs. Öryrkjar eru 18.000 á Íslandi, þar af eru 13.000 þeirra með andlega kvilla eða stoðkerfis vandamál. Og nú vitum við náttúrulega að það ekki allir öryrkjar sem geta farið út á vinnumarkaðinn, en það hefur þó verið bent á að það sé hægt að með forvörnum og geðheilbrigðis þjónustu að fækka þeim sem að þurfa að reiða sig á örorku bætur. Hvernig horfir þessi þróun við ykkur? Ef við byrjum á þér, Hanna. Já, þetta er eiginlega þetta er einfaldlega grafalvarlegt mál. Við erum eiginlega komin, Alþjóðaheilbrigðisstofnunin spáir því að almennt að svona þunglyndi og önnur geðræn-vandamál taki við af hjarta- og æðasjúkdómunum sem stærsta lífstílstengda váin sem steðjar á okkar heimshluta. Hér á landi er eins og þið segið, eru geðrænu kvillar stærsta orsök örorku. Þetta verður vaxandi og þetta verður vaxandi í hraðast í yngstu aldurshópunum. Við vitum það líka að geðraskanir fullorðinna, það er yfirleitt hægt að spotta þær eða ná þeim fyrir 25 ára aldur. Þannig að þetta lítur af forvörnum hjá börnum og unglingum og við verðum einfaldlega að auðvelda kerfinu það að ná til þessara einstaklinga. Skólakerfið þarf að koma þarna inn í. Við þurfum að bjóða vernda geðheilsu unglingana okkar, barnana okkar með því að bjóða þeim upp á þessa þjónustu, greiða niður sálfræði þjónustu, fá skólana með í þetta. Þetta er annars orðið eitthvað vandamál sem verður algjörlega stjórnlaust þegar framhjástundir.
Sigurlaug. Já, þetta grafalvarlegt mál og það alveg rétt og ég tek sannarlega fyllilega undir það og fjöldi öryrkja hefur aukist mjög mikið á okkar landi og það sem kannski svolítið athyglisvert ef við skoðum þetta að þrátt fyrir ítreka tilraunir fólks í heilbrigðisgeiranum og þá hefur aldrei fengið samþykki fyrir því að geðhjúkrun, sálfræði eða geðlæknisþjónusta geti verið bara inn á heilbrigðisstöðvum. Heilsugæslustöðvum. Komi núna það ekki einhver. Og þetta náttúrulega hlutur sem það bráðnauðsynlegur og því við vitum það alveg því lengra sem fólk fellur niður í þessum efnum að þá hefur þetta áhrif á líkamlega heilsu og það gerir fólk að öryrkjum smán saman, þetta samanlagt. Þannig að það væri sannarlega mikil búbót í okkar landi að það væri raunverulega horft á þessi mál út frá þessum sjónarhornum og hversu mikil áhrif þetta getur haft fyrir fólk. Nú svona aðeins farið að styttast tíminn hjá okkur. Ragnar? Já, við erum með stefnu sem við köllum að útrýma fátækt og það þessi fátækt og sem myndi ég segja, undirliggjandi vandamál hér á Íslandi, sárafátækt, bæði hjá öryrkjum og svo eldri borgurum. Við erum hér með almannatryggingakerfi sem spilar með lífeyrissjóðakerfinu. Þetta líklega einn mesti hrærigrautur á byggðu bólu. Kerfið uppfyllt af fátækra gildrum fyrir fólk. Fólk nær sér ekki upp. Fólk reynir að hafa ofan í svo á en lendir í skerðingum og þarf að endurgreiða aftur inn í kerfið. Fólk bara fast, einfaldlega fast. Og við erum með kannski grunnbætur og lífeyri sem duga ekki einu sinni fyrir leigu og 2 herbergja íbúð. Þetta einfaldlega ekki boðlegt kerfi. Og hvernig getum við leyst þetta? Við getum leyst þetta með því að líta svolítið öðruvísi á þessa hluti. Við þurfum að skoða bætur handa þessum hópum sem, við segjum lágmark 300.000. Þetta kannski hljómar svolítið svakalega en þetta leysir líka ákveðin vanda. Nú fólk að sækja kannski bætur inn í almannatryggingakerfið, fær hluta frá lífeyrissjóðum, stundum í gegnum stéttarfélögin og fær síðan sértæka þjónustu í gegnum sveitarfélögin. Við erum með þúsundir manns sem að bíða eftir sértækum úrræðum og félagslegu húsnæði. Þetta bara gengur ekki og þetta ekki boðlegt í þessu samfélagi að lifa, að við leyfum fólki í þetta langan tíma að lifa við sárafátækt og við verðum að takast á við þetta. Ég vil bara sammála því sem sagt hefur verið hér að það þarf sannarlega að bæta geðheilbrigðisþjónustu og sálfræðiþjónustu inn í þessa grunnheilbrigðisþjónustu, inn á heilsugæslustöðvarnar og inn á framhaldsskólann og höfum talað fyrir því inn á þinginu hjá þingmenn VG hafa talað fyrir því. Við höfum líka að horfa á þetta kannski í heilsinum varðandi styttingu vinnuvikunar og ákveðnar eflingu á svona lýðheilsuátak og lífsstílsbreytingum. Við þurfum að horfa á þetta svolítið í heildrænni mynd en varðandi þessa fjölgun öryrkja sem þið eru að nefna hér, þá þurfum við líka að tryggja það að þessi hópur fólks fá líka viðunandi bætur og það verður nú að segjast eins og að það var ansi sorglegt þegar að VG ásamt öðrum stjórnarandstöðuflokkum stóð að því inn á þinginu hér við umræðum síðustu fjárlög að breytingartillögu að aldraðir öryrkjar fengju hækkun á sínum bótum til jafns við aðra hópa samfélagsins og þessar tillögur stjórnarandstöðuflokkana voru kolfelldar. Og þetta var virkilega sorglegur dagur að mínu mati af því við þurfum líka að sinna þessum hópi fólks vel og gera þeim kleift að lifa við mannúðlegar og mannsæmandi aðstæður. Já, varðandi örorku og því til viðbótar hversu mikilvægt að tryggja sálfræðiþjónustu og það að maður geti farið snemma til þess að leita sér aðstoðar því leyti. Þá líka mjög mikilvægt að við höfum góðan aðgang að þeim sem að getur hjálpað okkur varðandi stoðkerfisvanda. Því að það líka stór þáttur í örorku hér á landi og sjúkraþjálfarar held ég að séu vannýttur hópur í heilsugæslunni. Við getum haft og farið að fordæma annarra þjóða og haft sjúkraþjálfara sem fyrsta fagaðilan sem mætir í heilsugæslunni sem getur hjálpað þér að grípa snemma inn í til þess að koma í veg fyrir alvarlegan vanda
og síðan þurfum við líka að hafa reglur bætur þannig að þær séu vinnuhvetjandi en ekki vinnuletjandi þar sem að tekjutengingin svo hamlandi og að lokum má ekki gleyma vinnuvernd á vinnustöðum hér á landi, hún því miður svolítið aftarlega á merinni víða og við vitum það að samskipt og stjórnun á vinnustað sterkur og ríkur áhrifaþáttur varðandi heilsu okkar að öllu leyti, streitu, hjartasjúkdóm og stoðkerfisvanda. Ég fá okkur til að svara spurningu sem að margir hafa sendt okkur á Twitter sem snýr að hækkun örorkubóta. Ég ætla að byrja hérna megin, viljið þið hækka örorkubætur og ef svo hversu mikið? Það þarf að hækka þær. Það verið að nefna upphæðir sem kannski óábyrgt að nefna en við þurfum sannarlega að hækka þær svo að það sé minnstakosti hægt að lifa af þeim eins og lágmarkstekjur. Við höfum talað það í Viðreisn að þær þurfa að nema við lágmarkstekjur. Já, við erum í Íslensku þjóðfylkingunni með það að leiða ljósi að persónuafslættur hækki upp í sirka 150.000 krónur sem myndi gera 300% tekjumarki skattlaust og þetta myndi hjálpa öllum þessum hópum og það sem ég langar samt aðeins til að fá að bæta inn í já, það að það gleymis svo oft hópurinn í okkar heilbrigðiskerfi sem með margþætta sjúkdóma og fellur bara milli skips og bryggju í heilbrigðiskerfinu og rosalega alvarlegt og sorglegt og fær nánast oft enga hjálp, við viljum bara slá þessu inn. Já, þið voru búin að segja í rauninni 300.000. Það búið að semja lágmarkslaun fyrir 2018 upp á 300.000 og þetta bara svo uppað. Ef við ætlum að eyða hér út að fátækt, þá verðum við að bara fá þetta svar Ragnar Rósa. Hvað segir þið? Ellilífeyrir og örorkubætur þurfa að fylgja lágmarkslaunum. Þannig að það þetta 300.000 króna mark sem við stefnum á í Vinstri-hreyfingunni grænt framboð. 300.000 króna. Og þetta ekki óraunhæft. Hanna Örstuð. Ég langar bara að fá að koma því á framfæri að árétta það hvað við leggjum mikla áherslu á og ég held að það fari svo sem saman við áherslu margra að almannatryggingakerfi lífeyririnn sé þessar tekjuskerðingar séu afumundar eða skertar minnkaðar vel að dreiga úr þeim og jafnframt að verði gerðar þannig breytingar á vinnumarkaði að séu opna fyrir möguleikann að taka hlutastarf samhliða töku lífeyris. Mér langar að koma inn á varðandi skerðingar og fá örstutt svona stefnuflokkana varðandi skerðingar í almannatryggingakerfinu því það eitt svona af stórum málunum sem hefur rætt. Sigrún, ef við byrjum hér. Eins og ég nefndi áðan, þá mikilvægt að hafa tekjutenginguna allt öðruvísi og réttlátari. Bæði varðandi þínar eigin tekjur og eins líka tekjur maka eða hjóna í sama þannig að kerfið sé þannig uppbyggt að þú hafir hagaði að vinna og vinna þá eins og þín færni segir til um. Viljið þið ganga til að mynda svo langt eins og hefur verið talað að fjarlægja allar skerðingar úr kerfinu? Allar skerðingar, þá fyrir almannatryggingar, tekjutengingar. Já. Ég held að sé óraunhæft að gera það í einu skrefi að minnsta kosti, en eins og ég segi, ég held að þetta samspil þess að fjarlægja, draga úr tekjutengingum annars vegar og opna þetta að mann getur unnið hlutastað, það gefur okkur ákveðna mynd af hvað markaðurinn tilbúin, hvað fólk tilbúið að gera, hversu langt það tilbúið að nýta þessa orku sem það hefur eftir starfsorku, þannig að þá sér maður myndin, þannig að í einhvern skrefum. Sigrún, hvað segir þið varðandi skerðingar? Já, ég vil bara eiginlega endurtaka það sko, ef við náum að setja persónuafsláttinn upp í þetta sirka 150.000 krónur og erum þá með 300.000 krónur í tekjumark skattlaust að þá getur fólk unnið eftir það og borga bara eðlilega skatta á þeim tekjum en fólk þá komið með eðlilegt lifibrauð minnst kosti miðað við það sem að tryggingakerfi býður upp á í dag. Þannig að þið styðjið ekki að afnám allra skerðinga í kerfinu? Jú, við styðjum náttúrulega afnámskerðinga, þannig þetta þarf eiginlega, sko, þetta spurning hvernig við útfærum þetta, hvort við notum þetta eða hvort við notum hitt. Ragnar? Já, við í dögum viljum afnema allar skerðingar. Ef við ætlum að mynda einhvern hvata fyrir fólk til þess að koma sér aftur inn á vinnumarkaðinn, þá getum við ekki verið að reka samhliða því letjandi kerfi eins og almannatryggingakerfi með öllu sínum skerðingum í dag. Og við getum ekki ætlast til þess að fólk hafi eitthvað hagaði að fara út á vinnumarkaðinn eða bjarga sér sjálft ef að það lendir síðan í krónu á móti krónuskerðingu inn í almannatryggingakerfinu. Nú hefur forstjóri Tryggingastofnunar talað að þetta kosti kringum 55 milljarða og það hefur verið bent á að þessi aðgerð myndi sérstaklega gagnast þeim sem eru tekjuháir. Tekur undir það? Ekki endilega.
Ég held bara að ef við reynum að fara í þessi mál einhverju myndaskap svo sómi sé af að hækka hér bætur umtalsvert og afnema þessar skerðingar að það mun leiða að því að fólk mun fara frekar út á vinnumarkaðinn, það mun taka meira þátt í atvinnulífinu, það mun skapa aukna skatttekjur á móti og þetta mun gjörbreyta þessu ástandi sem við lifum í. Og þetta er bara ekki líðandi fyrir okkur að vera hér í svona ríku samfélagi og flottu samfélagi eins og Ísland er með sára fátækt. Og þetta er bara staðreyndir eldri borgara og öryrkja og þeir sem er að veltast í þessu kerfi. En nú er það alls ekki allir eldri borgarar. Nei, ég veit það er alveg rétt hjá þér. Það eru margir sem eru mjög ótryggðir í þessu kerfi líka. Og þess vegna þurfum við líka þá að skoða lífeyriskerfið í heild sinni. Að það séu þá sameinuð réttindi allra og þau séu ekki tekjuskerði eins og þeir í dag. Einmitt, Rósa. Já, við höfum talað fyrir því að draga úr tekjutengingum og skerðingum í almannatryggingakerfinu og afnema þær að mestu leyti og að fullu leyti. Og við verðum líka að horfast í augu við það að aldraðir og öryrkjar hafa verið að festast í fátæktargildru hér nokkuð langt skeið og það er ólíðandi. Það er hreinlega ólíðandi vegna þess að gæði samfélagi metið og framkoma okkar við aldraða og öryrkja. Og ef að þessi hópur fólks getur ekki framfleytt sér almennilega þá erum við ekki á góðum stað sem samfélag. En hækkun lægstu launa á náttúrulega vera forgangsverkefni í kjarasamningagerð næstu árin og leið hækkun bóta almannatrygginga á að fylgja þeirri samningagerð. Fyrir því höfum við verið að tala inn í VG. Nú er tíminn alveg að fara að renna út hjá okkur. Það eru fólk í eldri kantinum, það lifir lengur en það gerir þið áður. Og við vitum að það mun fjölga mjög í hópi eldri borgara á næstu árum. Árið 2035 er gert ráð fyrir að 65 ára og eldri verði 20% þjóðarinnar. Við höfum örfár 2-3 mínútur til þess að fara yfir það. Hvað er brýnast að gera til þess að mæta þessari staðreynd? Kannski reynum að fá að tala eitthvað annað heldur en sjálfa lífeyrin. Já, önnur verkefni. Já. Björt framtíð hefur lagt áherslu á það fyrir utan að tryggja náttúrulega hjúkrunarrými fyrir þá sem það þurfa á þeim tímapunkti. En þá leggjum við mikla áherslu á það að styrkja fólk til að lifa sjálfstæðu lífi heima hjá sér. Og rannsóknir sýna að stuðningur heim, jafnvel þó hann sé flókinn og umfangsmikill, hann borgar sig. Lífsgæðin eru miklu meiri og það er hagkvæmara. Hanna. Eignast fleiri börn bara. Nei, reyndar góð hugmynd. En þetta er þannig að við þurfum, af því að við erum að horfa í krónur og aura, því við verðum að gera það, því þetta er staðreynd sem þið segið, þá þurfum við að búa svo hnútana að við náum að ýta þjónustunni yfir í þann hluta sem kostar minnst og það er heimaþjónusta og það er heimaaðhlynning og svo tekum við stig og stigi og fólk fari ekki inn í dýrustu úrræðin fyrir brýna nauðsyn ber til. En þá verðum við líka forgangsraða þannig að við verjum peningum í það að byggja upp þessa heimaþjónustu. Einfallega staðan í dag er þannig að fólk er að sækja eftir dýrari úrræðum en þess að treystir því ekki ef það þykkur heimaþjónustu þá situr fjölskyldan uppi með vandann. Við erum ekki að fjárfesta í þessu ódýrar. Við verðum að snúa forgangsröðunin þarna við. Gefa fólki fleiri valkosti. Já, íslenska þjóðfylkingin lítur upp til fullorðna fólksins okkar sem hefur byggt landið okkar og staðið í eldlínu fyrir okkur svo við ættum hér frjálst land. Við viljum styrkja heimaþjónustu svo umræddir borgarar geti notið síns heimilis í lengstu lög og teljum að það ætti að vera bara mannréttindi. Ég vil einnig segja að það sem ég var að tala áðan, ef við náum að gera það sem ég tel ekki óraunhæft að hækka persónulega afsláttinn þannig að fólk hafi þessar tekjur, þá getur fólk líka haldið áfram fullorðið fólk aðeins lengur út á vinnumarkaðnum eða vill. Tíminn er búinn. Takk fyrir þetta. Ragnar, já. Tökum dæmi. Hvaða lífeyrisþegar standa best í dag? Það eru þeir sem hafa skuldlaust þak yfir höfuðið. Húsnæðismál aldrara er og verður að vera okkar forgangsmál á næsta árum til þess að tryggja bæði að eldra fólkið og við sjálf sem erum að byggja okkur upp þurfum lægri framfærslu þegar fram í sækir. Og þetta eru þeir lífeyrisþegar sem standa best í dag og þurfa að lifa á þeim lífeyri sem þeim er úthlutað. Ef við tökum bara fjölskyldur, bara örstutt, við tökum fjölskyldur í dag,
sem eru inn á leigumarkaði. Það eru að fara kannski þriðja, fjórða Við erum líka að horfa á öryrkja og lífeyrisþega inn á leigumarkaði. Ég ætla að minna það bara að aldraðir eru auðlindin ekki byrði. Og allur, mjög stór hópur aldraðir eru skattgreiðendur í dag og eiga sama rétt og allir aðrir á viðunandi þjónustu og góðri þjónustu. Og eldra fólk sem ekki skattgreiðendur hafa svo líka unnið sér inn þau réttindi að eiga kost á eins góðri þjónustu og völur á. Þannig að þegar við erum að tala um valfrelsi og valmöguleika í þjónustu, það bara við að tryggja það að það sé jöfn og góð þjónusta fyrir alla, sama hvað aldurskeiði það er. Nefnilega það, þetta líður fljótt hjá þessi loki hjá okkur í kvöld. Við minnum á að það verður áfram fjallað heilbrigðis- og velferðarmála á fimmtudagskvöld en þá mæta fulltrúar 6 flokka til okkar. Já, á kosningavef RÚV má skoða alla umfjöllun okkar fyrir kosningarnar, hvort sem hún birtist í sjónvarpinu, útvarpinu, nú eða bara á vefnum. Við þökkum ykkur þáttakendum hér kærlega fyrir komuna og ykkur sem heima sátu fyrir að horfa. Verið sæl. Verið sæl. Bless, bless. Takk. Komið þið sæl og verið velkomin í annan málefnaþátt RÚV með stjórnmálaflokkunum fyrir alþingiskosningarnar. Svona kosningakastljósþættir verða tvisvar í hverri viku fram á kosningum helgaðir málefnaumræðum. Framboðunum skipt upp til helminga og það var sýslumaður sem dró í hvern þátt svo að samsetningin verði mismunandi. Nú og flokkar sem ekki bjóða fram á landsvísu velja sér jafnmarga málefnaþætti og þau kjördæmi sem þeir bjóða fram í. Í kvöld ætlum við að ræða heilbrigðis- og velferðarmálin og við viljum heyra hvað ykkur finnst. Sendið okkur spurningar á Twitter undir hashtaginu eða myllumerkinu kosningar. Við höfum tekið saman 2 fréttaskýringar þennan víðfeðma málaflokk og þær má finna á kosningavefnum okkar ruv.is/x16. Á þriðjudag sýndum við samantekt heilbrigðismál en í kvöld lítum við fyrst á stutta umfjöllun velferðarmálin. Þegar rætt velferðarmál má segja að 2 stórir þættir séu undir, annars vegar heilbrigðiskerfið og hins vegar almannatryggingar og velferðarmál. Fjárframlög í seinni flokkin námu 142 milljörðum árið 2015. Undir þennan málaflokk falla meðal annars útgjöld vegna örorku og fötlunar, öldrunarmála, fjölskyldu- og barnamála og atvinnuleysis og vaxtabóta. Kjör öryrkja og ellilífeyrisþega hafa fengið mikla umfjöllun á kjörtímabilinu, ekki hvað síst þegar ákveðið var í desember í fyrra að hópurinn fengi ekki afturvirkar hækkanir á tekjum eins og flestir launþegar fengu við gerð kjarasamninga. Hópur eldri borgara er náttúrulega gríðarlega fjölmennur og gríðarlega fjölbreyttur og það hafa ekki allir sömu þarfir eða sömu kröfur uppi. En við hjá Gráa hernum erum alveg hörð á því að það þarf að hækka lægstu eftirlaun í 300.000 krónur á mánuði bara í samræmi við það sem menn telja að lágmarkslaun í landinu þurfa að vera. Ef við tökum ellilífeyrisþega sem dæmi þá eru tekjulægstu 10% innan hópsins með rétt rúmlega 80% af lágmarkslaunum í heildartekjur eða 206.000 krónur á mánuði. Reyndar eru tæp 40% ellilífeyrisþega með heildartekjur undir lágmarkslaunum. Tekjuhæstu 10% eru hins vegar með ríflega 450.000 krónur á mánuði en rétt að taka fram að mögulegar fjármagnstekjur eru ekki inni í þessum tölum. Hjá öryrkjum eru tölurnar lægri. En í dag eru örorkulífeyrisþegar með 190.000 krónur í framfærslu á mánuði og það er engan veginn fjármunir sem duga til að lifa á Íslandi í dag. Fyrir utan tekjur er ýmislegt annað sem þarf að taka á að mati Ellenar. Og það þarf að draga úr tekjutengingum og það þarf að hætta með bótaflokk sem að veldur svo kallir krónumóti krónuskerðingu. Við þurfum að geta búið við ókeypis heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Það þarf að lögfesta notendastýrða persónulega aðstoð og það þarf að gera menntun aðgengilega fyrir alla. Fyrir Alþingi liggja nú 2 stór frumvörp sem geta haft mikil áhrif á afkomu þessara hópa. Annars vegar ný lög almannatryggingar og hins vegar samræmt lífeyriskerfi þar sem stefnt að því að lífeyriskjör fólks verði þau sömu hvort sem það starfi á opinberum eða einkamarkaði. Að sama skapi á að jafna launakjör þessara hópa. Fyrirsjáanleg fjölgun ellilífeyrisþega þrýstir á kerfisbreytingar og bæði stefnt að því að fresta töku lífeyris til 70 og draga úr skerðingum. Og þá er náttúrulega mjög brýnt að fólk fái eitthvað í vasann fyrir að vinna. Það gengur ekki að manneskja sem að vinna sér inn 100.000 krónur til dæmis að hún fái 32.000 krónur af því í vasann. Og það þarf að afnema allar skerðingar í þessu kerfi. Þær eru alveg undarlegar.
Bæði öryrkjar og aldraðir segja að það þurfi að auka hvata í kerfinu til atvinnuþátttöku en raunhæft að afnema allar skerðingar í almannatryggingakerfinu. Ef hún algjörlega afnemin með tilliti til þeirra regluna sem núna eru í lífeyristryggingakerfinu, þá það kostnaður upp á það bil 55 milljarða en heildarkostnaður í kerfinu núna er 75 milljarða. Þannig að þetta þó nokkuð mikið kostnaður sem að menn þurfti að horfast í augu við. Sigríður segir að ef menn vilji breyta kerfinu til að mynda hvað varðar skerðingar, sé alveg hægt að gera það. Kerfið nú sé á köflum flókið. Með því að vera með mismunandi úrræði hvað varðar tegundir tekna, að þá gerum við þetta kerfið okkar flókið. Þannig það í dag, en með frumvarpi sem nú liggur fyrir Alþingi að þá lagt til að allar tekjur verði meðhöndlaðar með sama hætti hjá Tryggingastofnun til ákvörðunar réttinda. Það þetta miklu einfaldara kerfi. Það sem mestu máli skiptir að það sé góð sátt í samfélaginu réttlátt kerfi, að við náum sátt það hvað réttlátt þykir og þá hægt að sníða lífeyriskerfið að því. Já, komið þið sæl á ný og þess má geta humanistar sem bjóða aðeins fram í einu kjördæmi. Þeir völdu að koma í málefnaþættinum í næstu viku efnahags- og atvinnumál og þess vegna eru þeir ekki hér í þessari viku. En hingað eru þau komin og þau eru hér frá vinstri, frá Framsóknarflokki það Elsa Lára Arnardóttir, frá Sjálfstæðisflokki Kristján Þór Júlíusson, frá Flokki fólksins Inga Sæland, frá Pírötum Jón Þór Ólafsson, frá Alþýðufylkingunni Guðmundur Magnússon og frá Samfylkingunni Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og verið öll velkomin hingað í myndverið. Við ætlum að minna ykkur á að þetta þó klukkustundar langur þáttur og við hvetjum ykkur til þess að grípa orðið svo að hér getur orðið svona skemmtilegar og fjörugar umræður. En tíminn þó takmörkuð auðlind og þess vegna gott að vera kjarnyrtur og skemmtilegu líka, við förum ekki fram á lítið. Nei, það eru miklar kröfur gerðar til ykkar, en velferðarmál snertaði þetta alla þjóðina, ekki bara einhverja afmarkaða hópa. Okkur langar samt að byrja á málefnum aldraðra. Það var fundur í gær í Háskólabíói sem Gráa Herin stóð fyrir og það var fyllt út úr dyrum, það voru gerð hróp af fjármálaráðherra og augljóst að þessi hópur til þess að hafa orðið eftir í uppbyggingu eftir hruns árana. Og mér langar að byrja á þér, Kristján Þór Júlíusson, heilbrigðisráðherra. Hvernig eiginlega standi á því að staðan sé þessi árið 2016 að það kraumi svona gríðar mikil reiði hjá ákveðnum þjóðfélagshópum? Það í rauninni stutta svari við þeirri spurninguðinni, Þóra, einfaldlega það að þessi hópur upplifir sig þannig að hann hafi setið eftir og ég held að það sé bara mjög mikið til í því viðhorfi hjá töluvörðum fjölda aldraðra og öryrkja og meðal annars af þeim ástæðum þá hefur verið unnið að núna í ágætu samstarfi bæði stjórnmálaafla og við hagsmunaaðila að breytingum á þessu annars afar flókna kerfi. En þó ekki svo að fólk virðist ánægt, það virðist ekki skila sér. Menn hafa ekki náð til enda í þessari vinnu en eins og málum háttar nú að þá liggur fyrir frumvarp sem að félagsmálaráðherra lagði fram á þingi, það til meðferðar og það eins og alveg augljóst að það þarf að gera á því ákveðna breytingar ef við ætlum að koma því í gegnum þingið með við þá umræðu eins og hún birtist okkur. Og ég vænti þess og vona að svo verði gert. Elsa Lára, þetta var eitt af ykkar forgangsmálum í aðdraganda kosninganna síðast. Það svona, meðan við þetta, þá virðast þau loforð ekki að vera uppfyllt. Við langar að vera á þeim stað sem að Kristján Þór var á og ræðum það frumvarp sem nú inn í velferðarnefnd þingsins. Það snýra miklu einföldra bótakerfinu fyrir aldraða, reyndar nær frumvarpið eingöngu til aldraða vegna þess að slitnaði upp úr viðræðum milli við öryrkjabandalagið. En það inn eru 33 milljarðar í kerfisbreytingar og betrum bætur á almannatryggingakerfinu. Það sem skiptir þarna verulegu máli að við erum að einfalda kerfi þannig að þeir sem að nær til skilji betur hvað réttindi þeir eiga. En hins vegar það svo eins og Kristján Þór kom inn á að það þarf að gera breytingar á þessu frumvarpi sem snýr sérstaklega þeim sem eru með bara með lágmarksbætur eða lágmarkslaun í almannatryggingakerfinu og einnig þurfum við að huga að hvata til atvinnuþátttöku.
En verður kannski að spyrja þig ef að vera raunsæ, það eru vissulega fögur fyrirheit í þessu frumvarpi en þessi þáttur ber upp á þennan dag sem átti að vera síðasti dagur þingsins sem verður það ekki. Frumvarpið ekki komið út úr þinginu. Þetta ekki svolítið seint í rassinn gripið? Við höfum sýnt það í velferðarnefnd að við erum ótrúlega öflug nefnd og höfum klárað stór mál og gengið vel að vinna saman. Við vinnum nú öll saman að því inn í nefndin að finna lausn. Þetta er undir bláu lok kjörtímabilsins. Já, nú erum við alveg í lokin og enda unnið hörðum höndum inn í velferðarnefnd að klára þetta og það er forgangsmál okkar framsóknarmanna að þetta verði klárað. Þetta vond frumvarp. Þið verður virkilega harka af ykkur þarna. Já, við erum alveg bjartsýn á að það takist og það mikil samvinna innan velferðarnefndar að reyna að klára þetta mikilvæga mál. Akkur þetta afspyrnum vont frumvarpinga? Af því það náttúrulega bara sérsniðið ákveðnum hópi sem að þarf á þessari velferð að halda. Sá hópur sem er bara eingöngu að fá og nýta greiðslur almannatrygginga, hann fær akkúrat krónu 0. Hann bara ekki með og það í rauninni fátækasta fólkið. Og þess vegna, þannig ég fá að grípa hér inn í, við tölum það að við þurfum að gera ákveðna breytingar á því. Og það vilji nefndarmanna inn í velferðarnefnd að gera breytingar á því sem snýr að þeim sem fá ekkert út úr frumvarpinu eins og það í dag, að ná þeim launum eða þeim bótum sem eru þar upp í lágmarkslaun og því erum við að vinna og það er fargang. Sem hægt að leggja saman fyrir breytingartillögu við frumvarpið eins og liggur að gestakomur eru búnar í nefndinni. Það væri hægt að leggja fram breytingartillögu núna. Akkurat. Allir á borgarafundinum í gær með gráa hernum og eldri borgurum sögðu já. Bjarni Ben sagði mér þess að 300.000 krónur sanngjörn krafa. Og því erum við sammála. Og hvers vegna þessi breytingartillaga þá ekki bara komið fram? Já, eftir hver erum við að bíða? Hvers vegna erum við að bíða eftir kosningar? Eftir kosningar þá eiga stjórnmálamennirnir þjóðina í 4 ár. Fyrir kosningar þá þetta að gera þetta. Ef þetta ekki gert núna með breytingartillögu þá sýnir það að þessi vilji ekki fyrir verkunum. Hann bara til þess að fá atkvæði. Eigum við ekki að vænta þess að velferðarnefndin sem eins og ég tek undir það sem kemur fram hjá Elsu Láru hefur á þessu kjörtímabili sýnt bara af sér oft á tíðum mjög góða vinnu. Á náið saman það að hækka grunnlífurinn í heildargreiðslum og síðan setja inn En Kristján, það er svo freistandi að spyrja þig núna vegna þess að þið hafið áður fellt tillögu að hækka laun. Í desember síðastliðinn. Ef ég má aðeins kommentera á það, af því að það er freistandi að spyrja svona, ég tek alveg undir það. En núna að birtast okkur vinna, margra ára vinna, þverpólitísk með fulltrúum allra hagsmunaaðila. Vissulega eins og Inga að segja hér skipta skoðunum en það ríkur vilji til að einfalda kerfið, það ríkur vilji til að bæta kjör þeirra sem lakast standa og það ríkur vilji til þess og ég skynjaði og tek undir á ósk og kröfu að það verið tryggð þessi lágmarks framfærsla og menn nái þessu 300.000 marka. Kristján, hvað hefur breyst frá því í desember þegar allir stjórnarliðarnir stóðu sáttir og sælir og sögðu nei, það var naflakall þegar var sagt, þegar við eldri borgarar og öryrkjar vorum tekin út fyrir sviga, eini hópurinn á öllu Íslandi sem var tekin út fyrir sviga og hvað hefur breyst? Ég meina það voru líka til nógu peningar þá, eins og nú, það hefur akkurat ekkert breyst nema það. Nú kortir í kosningar og nú dusta rykið af öllu saman og reyna að kaupa sér atkvæði. Og sátt til öryrkja og eldri borgara 300.000 krónar. Báðir kall eftir þessu sem að lágmarkskröfu að fá lágmarkslaun. Og það pólitísk sátt á kosningalofrafundinum í gær með eldri borgurum. Hvers vegna þetta þá ekki komið inn í frumvarpið núna? Frumvarpið tilbúið í nefndinni eftir allar gestakomur, setið það inn, sýnið það ykkur sér alvara. Já, sammála. Langar að gefa Sigríði og Guðmundi möguleika á að stinga sér inn í þetta þegar við þurfum að fara rætt yfir sögu, það er margt sem við þurfum að drepa á. Þetta er ekkert nýtt, það er ekkert nýtt að aldrei segja, heyrðu, býtu nú við, hér er einhver pottur brotinn og aldrei hafa nú líka kannski bent á það að svolítið munur á 67 og 97 að hópurinn er orðinn mjög fjölbreyttur, þarfirnar eru mismunandi, langarnir eru mismunandi og þarf kannski ekki bara að stokka svolítið kerfið upp á nýtt. Snýst þetta nokkuð bara sko nákvæma upphæð á lífeyri? En mér langar nú að fá að tala hér almannatryggingar því að Samfylkingin þá sérstöðu að vera með mjög skýrar tillögur og fjármagnaðar sem að við myndum fara í strax eftir kosningar. Við lögðum það til að greiðslur frá almannatryggingum hækkuðu afturvirkt og hækkuðu síðan í takt við kjarasamninga og yrðu 300.000 krónur á sama tíma og hjá fólki á vinnumarkaði. Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur felldu þessar tillögur okkar ekki einu sinni
ekki tvisvar, heldur þrisvar. Á sama tíma notuðu þau svipaða fjármuni til þess að lækka skatta hjá fólki eins og alþingismönnum, en það var við sem að fengum hvað mest út úr þeim skattalækkunum. Það var mjög skýr forgangsröðun og það mjög jákvætt að það sé að rofa til hjá þeim núna í aðdraganda kosninga. En hverri skerst okkur mest árið 2009 og virtust lítið hafa áhuga á því að leiðrétta það ansi lengi? Þá var Ísland með gjaldþrota og nú eiga þeir sem að eru... Það var fordæmalaust, algjörlega fordæmalaust. En hvers vegna var þá verið að búka upp og sjófa upp á 10 milljarða og SBKF? Var það meiri forgangsröðun heldur en að hugsa eldri borgara og öryrkja? Þetta mjög skemmtileg umræða. Við viljum hafa þetta lífræða þetta, að það séu allir og það séu kerfin séu eins. Það að segja, ef þú þarft aðstoð, þá ertu tryggður með lágmarksframfærslu. Það var á sínum tíma, þá gerði félagsmálaráðuneytið könnun, hvað þarf til þess að framflytta sér. Mjög skýra könnun og hún er til. Og ég geti best trú að hún sé yfir 300.000 sem fólk þarf. Og samt vantar inn í þá könnun húsnæðismál. Og húsnæðiskostnaður hvorki meira en minna, hann allt frá 25 og upp í 100% af því sem að fólk að fá í dag. Ég satt í þessari nefnd fyrir hönd öryrkja á sínum tíma, það dálítið langt síðan, og það eina sem komst að þar, það var að það ætti að reyna að þoka þeim sem höfðu eiginlega ekki neitt, pínlítið upp og draga frá þeim sem höfðu mjög lítið. Þannig að það var það mátti ekki bæta við svo mikið sem krónu inn í þennan málaflokk. En nú virðist þeirra töluveri samhljómur svona með því að nú þurfa að gera betur, kannski í sérstaklega eins og Inga bendir á. Það var líka fyrir 2007. Já, nákvæmlega. Það var verið að skera niður þá ár eftir ár í þessum flokkum. Bæði í lífeyrisgreiðslunum og í heilbrigðiskerfinu í heild. Og síðan kemur hrunið og ég get skilið það þurfti að gera eitthvað, en það var ekki þörf á því að byrja akkurat þarna. En við ætlum að spyrja ykkur síðan næst öryrkja, en áður en við gerum það, því eins og Þóra var að benda á að þá hópur aldraðra hefur breyst gríðarlega núna og mun breytast mikið og stór og vaxandi aldurshópur. En sveigjanleg starfslok... Það gera öryrkja líka. Að sjálfsögðu. En sveigjanleg starfslok, þið fylgjandi þeim og hvernig þá? Jú, það í bæði í þessum breytingum sem við verðum að huga hjá almannatryggingum og í þessum lífeyris samkomulagi sem núna til umfjöllunar í þinginu, þar verið að leggja til sveigjanlegri starfslok og ég held að það séu allir sammála það að við erum ekki bara, það ekki bara að fjölga þeim sem eru eldri, heldur eru þeir sem eru eldri miklu heilbrigðari en þeir voru hér fyrir einhverjum árum og áratugum. Þannig að sveigjanleg starfslok eru mikilvæg og fólk sem að... Hvað segirðu? Og þið styðjið það? Já, það gerum við. Já, alveg sjálfsögður. Jón Þór? Já, við fórum bara og hittum öryrkjabandalagið og hittum alla þessa hópa, þessa 5 hópa sem þeir eru forgangsraðir í sínu stefnumálum og spurðum hvað eru forgangsraðir, hvað númer 1, 2 og 3 í þessum málaflokkum. Í heilbrigðismálum að þá var það gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta, í aðgengismálum að þá að byggja aðgengilega. Ég skilði, en hvers vegna sveigjanleg starfslok, hvers vegna ekki að hlusta á það hvað þeir segja verið forgangi og það sem þeir vilja hafa og skoða síðan út frá því hvernig hægt að ná sem mestu fram bótum fyrir þá með sem minnstum kostnaði og á sem skemmstum tíma. Skoða þannig að þú forgangsraðar, þetta getum við gert núna, gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta, það eitthvað sem við getum gert núna. Við getum gert það fyrir öryrkja núna, við getum gert það fyrir alla landsmenn sem stefna Pírata að gera, kostar einhverja 6,5 milljarða, eins og kerfið núna, samkvæmt útreikningum, sem að sagt að geti verið upp í 10. En ég meina, hvað var skorið niður á þessu kjörtímabili? Veiðigjöldin, 4 milljarðar fyrst sem eru tölur frá ríkisstjórninni, raforkuskatturinn komið í 9, þannig að við höfum efni á þessu með því að hækka leiguna sem að menn borgar fyrir að nýta sameiginlega auðlind landsmanna. Það var bara að klára rúndin með sveigjanleg starfslok, Inga. Frekar að tala við öryrkja og spyrja þau hvað þeir vilja forgangsraða. Og meðal þannig það er sjálfsagt líf, notuðust í persónuleg þjónustu, 50 manns á biðlistum.
Við erum að tala um sveigjanlegan starfsfólk. Ég skil, Aldraða. en ok. Það er í rauninni í sambandi við sveigjanleikann og þá finnst mér veginn og frekar að byggja undir sjálfsákvörðunarrétt einstaklingana eins og kostur er. Það er verið að tala í annar stað að við sitjum hérna í næsta þrepinu bláfátæk, sennilega 40.000 Íslendingar, 20.000 eldri borgarar og 20.000 öryrkjar. En ef einhver af okkur skildi nú vera svo lánsamur að treysta sér út á vinnumarkaðinn, þá er hún harðlega refsað. Þannig að það er betra náttúrulega að við sitjum frekar heima vegna þess að þetta frítekjumark upp á 109.000 krónur sem að núna er inn í þessu nýja lagafrumvarpi og náttúrulega að lækka. Það er að tala að þeir leggi 5,5 milljarða til okkar í sambandi við góðmennsku, í sambandi við þetta frumvarp. En ég veit ekki hvað marga 20 milljarða þeir alltaf taka í staðinn. Þannig að venjulega þannig og okkur er réttur 5 kall með vinstri hendinni en við erum rukku með 15 krónur með þeirri hægri. Þannig að þetta er nákvæmlega það og auðvitað á að gefa eldri borgurum og öryrkjum 100% kost á því að þau treysta sér til að fara og vinna eins og þau mögulega geta dríkt þessar lúsa tekjur sem þeir eru með og sama tíma getum við bent á það, nú er vantar fleiri 100 starfsmenn hérna á leikskóla og annað slíkt. Ég vissum að margar ömmur eins og ég myndum gjarna vilja fara að dúlla við litlu krakkana halvan daginn á og til ef við treystum okkur til og þetta er ekki bara það að tala um eitt punkt, þetta gæti bara rúllað á undan sér alveg stór breytingu inn í okkar eigin samfélagi. Mér langar til að stoppa aðeins hérna þótt að við séum ekki alveg búin að fara röð vegna þess að ég tek eftir því að umræðan fer að snúast þetta, nákvæmlega hvernig eiga bæturnar að vera og hversu háar en það sem að mig langar kannski aðeins að heyra frá okkur er stærri myndin. Ég sá í plaggi sem er núna, þú ert búin að leggja fram Kristján Þór svona framtíðarsýn í heilbrigðismálum að það eigi að hefja undirbúningarstefnu í málefnum aldraðra á næsta ári. Manni finnst þetta svolítið seint í rassinn gripið. Hver er heildarmyndin? Hver er stefnan fyrir þessa stóru hópa, ekki bara nákvæma upphæð á lífeyri? Það koma þér í röðinni. Ég bætti við spurningar. Já, þú prjónaðir aðeins meira við hana. Ég ætla aðeins að taka undir það og svara þessu með sveigjanlegu starfslokin til að stuðjast. Það sjálfsögðu tek undir með Ingu varðandi það að það á að gera fólki það kleift að geta unnið eins lengi og það vill og það er meðal annars einn af stóru göllunum við þetta frumvarp sem að þingið er að vinna með að það eru frítekjumörkin algjörlega afnumin. Það sem er algjörlega absúrt í mínum huga. Það á að þvert á móti að ýta undir það að fólk geti haft afkomu og gert það bara á sínum eigin forsendum. Varðandi stefnun í þessum stórum málum og þú nefnir stefnun í öldrunarmálum, þá er þetta gríðarlega mikið verkefni. Við höfum verið að vinna, því að Inga nefndi það að gera þetta eftir kosningar. Við erum búin að vera að vinna núna í hátt á annað ár að stefnumótun í þessum málaflokki. Í mjög miklu og góðu samráði. Þetta er þannig málaflokkur að í dag eru 67 ára eldri rétt tæplega 40.000 manns, 2035 sem er tiltölulega nálægt okkur í tíma, er þetta 70.000 manns rúmlega og grunnurinn að því hvernig við ætlum að taka á þessu, hann verður að standa saman af mörgum þáttum. Þetta eru mörg atkvæði. Ég er ekki að hugsa þetta Inga í atkvæði, ég er að hugsa þetta fyrst og fremst í það hvernig samfélagi getur mætt þessum skafli sem er að koma þarna og við hefum fullfæri til þess en við munum aldrei gera það með einhverju einni tiltekin aðferð. Við munum aldrei leysa þetta bara með uppbyggingu stofnana. En við erum nú búin að vita í svolítinn tíma að það stefndi í þessa stöðu. Við höfum vitað það í langa tíma. Ég er búin að sitja hér í stóli heilbrigðisráðherra í 3 ár. Við höfum vitað það lengi að hverju stefnu. Það sem ég er að segja það, við erum að búa undir þetta núna, bæði með því að byggja eða fjölga hjúkrunarrýmum. Við erum líka að styrkja heimahjúkrun á vegum heilsugæslunnar og með ýmsum öðrum þáttum. Hversu ekki að hlusta á forgangsröðun eldri borgara sem er þessi 300.000 krónur sem þið getið sett í frumvarpi? Jón, ég var að segja það hérna áðan að við styðjum það markmið, en það er leysir... Hversu gerir þið ekki núna? Það leysir ekki úr þessum vanda sem að þessi aldursamsetning þjóðarinnar er að taka. Það er forgangsatriði núna. Það er kannski komið að þér að svara, Elsa, af hverju eins og Jón Þór er að benda á, af hverju hefur þetta gengið svona hægt og af hverju hafið þið ekki brugðist fyrr við? Þið eru þó búin að vera í ríkisstjórn saman í 3,5 ár. Já, við erum búin að vera í ríkisstjórn saman í 3,5 ár og eins og Kristján Þór kom inn og það hefur gríðarlega mikil vinna átt sér stað í undirbúningi að þessu ferli innan velferðarráðuneytisins. Sama hvort það snúi að kjarabótum aldraðra og öryrkja eða að þjónustu þörfis ört stækkandi hóp eldri borgara.
og á þessu kjörtímabili hefur verið sett fjármagn inn í að styrkja heimahjúkrun. Það var í fréttum daginn að það væri auka fé inn í að styrkja rekstur hjúkrunarheimila og þetta gríðarlega stór málaflokkur og það mjög mikilvægt að vanda vel til verka. Auðvitað vildu við þetta tæki allt styttri tíma. En það þarf að vanda vel til verka og það mjög mikilvægt að við séum þá komin hingað. Við séum farin að styrkja heimahjúkrun, styrkja hjúkrunarheimili. Hvað búið að bæta við mörgum hjúkrunarrýmum? Á þessum tíma? Nú það búið að bæta við nokkrum tugum hjúkrunarheimila. Við erum búin að taka í notkun núna sem ekki endilega ákvarðanir allar hér þessara ríkisstjórnar núna heldur yfir lengri tíma. Það var ákveðið í leiguleiðinni svokölluðu árið 2009 að byggja hér upp hjúkrunarrými í 11 sveitarfélögum landsins. Sum þeirra hafa þurft lengri tíma sveitarfélögin að byggja þetta upp. Ég gerir ráð fyrir því að á þessum núna hafi við verið að taka í notkunum 79 hjúkrunarrými. Við erum að byggja upp núna á Hvolsvelli og Hellu og við erum með samninga við Árborg, Kópavog, í burðarliðnum við Reykjavík, Seltjarnarnes komið með samning. Þetta allt ákvarðanar stærstu hluta sem hafa verið í vinnslu í nokkur ár. En við ákváðum að byrja á velferðarmálunum með þessum hætti. Við erum að koma að Sigríði Ingibjörgu og Guðmundi aftur. Áður við förum yfir í heilbrigðismálin. Og viljum við spyrja ykkur og kannski byrja á þér Guðmundur. Það nýlega búið að koma framsakvað tölur frá Tryggingastofnun og þá hefur öryrkjum fjölgað alveg gríðarlega. Hverjar eru helstu ástæðurnar fyrir því? Það efnahagsástandið. Já. Það bara til dæmis að fólk sem eitthvað... Er það ein skýring? Það bara ein af mörgum vísu sko. Já. En þetta fólk sem hefur ekki til nýs eða skeiðar. Það stöðugt með áhyggjur út af því að hafa eitthvað handa börnunum sínum, geta komið inn í skóla. Á sama tíma þá erum við með skyldunám og það ekki gjaldfrjáls grunnskóli. Þetta fáránleg að þurfa að borga allan að kostnað sem börn þurfa að greiða. En tengist fjölgun öryrkja beint? Nei, ekki beint. Þetta eitt af mörgum. Það þessar áhyggjur, stöðugar áhyggjur og fjárhagsáhyggjur meðal annars sem að gera það verkum og þetta byrjar í skólakerfinu og menn verða utanveltu og þannig verða menn veikir bara allt og snemma. Sigríður Ingibjörg, þú ert formaður velferðarnefndar og þú ert að snerta á þessum málum alla daga. Hvað segir þú þennan lið? Já, sko, þeir sem eru flestir að koma inn á örorku eru vegna geðrafnasjúkdóma og vegna stoðkerfissjúkdóma. Og stoðkerfissjúkdómarnir, það eru konur, eldri konur sem hafa unnið erfiðisvinnu á lágum launum og hafa búið við niðurskurð frá því, sjúkraliðarnir frá því aldamótin. Og þetta eru efnahagsmál og vinnuvendarmál af því að þegar skorið niður þá eru það þessar konur sem þurfa að vinna meira. En mér langaði að segja, varðandi þennan fjölbreytta hóp eldri borgara. Ég meina, eldri borgarar eru mjög margir í fullu fjöru og flestir og eru bara í vinnu eða að hugsa barnabörnin sín eða á ferðalögum og það hlýtur, sko, verkefni stjórnvalda að tryggja að allir í þessum hópi hafi efnahagslega forsendur til þess að lifa góðu lífi og lifa virku lífi. Síðan eru ákveðnir í þessu, svo með aldrinum verða sumir veikari og þá þurfum við að vera með hjúkrunarrými og góða heimaþjónustu, en eftir hrun þá tókst okkur að byggja eða setja í gang 400 hjúkrunarrými. Á þessu kjörtímabili eru þau miklu færri og við treystum okkur auðveldlega til þess að á því næsta að setja í gang uppbyggingu á þeim 500 sem vantar til þess að mæta þörfinni, ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu. Og það skorturinn á hjúkrunarrýmum kemur niður á heilbrigðiskerfinu og aðstandendur stendum gamla fólksins. Svo þetta rosalega mikilvægt og það leiðilegt að þetta fína, ágæta ástand í ríkisfjármálunum sé ekki látið gagnast þessum hópi. Þarna komum kannski ákveðnum skurðpunkti, ég meina velferðarmál og heilbrigðismál eru samtvinnaðir málaflokkar og þeir sem að meiri hluti útgjalda ríkisins fara til. Þannig að við ætlum að snúa okkur
aðeins Við erum bara að bregðast við þessu af hverju okkur hefur fjölgað öryrkjum. Við erum okkar virkilega að segja. Já, má ég beðið að taka það með á eftir? Sko, nú sína kannanir það að heilbrigðiskerfið og heilbrigðismálin eru eitt helsta forgangsmál kjósenda fyrir þessar kosningar. Þeir hafa sterkar skoðanir á því og vilja efla það. Og forstjóri Landspítalans segir það þarf 11 milljarða svo við getum við unað. Hvers vegna er þetta ár eftir ár þannig að forsvarsmenn Spítalans segja það er fjársvelti, við getum ekki skilið því þjónustu sem við eigum að gera en fjárhagsáætlunin, fjárlögin gerir aldrei ráð fyrir því. Er þetta vanmat á hverju ári eða kunum við ekki reikna? Þetta lendir svolítið á... Er ykkur alveg nákvæmlega sama? Þetta kemur fram í McKinsey-skýrslunni sem að landlæknir, forstjóri Landspítalans, eru sammála, var unnin á... Þess vegna verpum við þessum bolta núna til ykkur. Nákvæmlega. Þið verða að bjóða fram til Alþingis. Einmitt það sem ég ætla að koma inn á. Málið er stefnuleysi. Vitið það, í stærsta einstaka málaflokknum á Íslandi, heilbrigðismálum, þá er ekki heildarstefna. Kemur skýrt fram. Og það sem þetta veldur því að á sama tíma er ekki gott gæðaeftirlit. Þetta veldur því að það verður sóun með þessa peninga og við fáum léleg gæði og mikinn kostnað. En það er aftur á móti samsamaður ákveðin stefnustýring í kerfinu. Og hún er í gegnum fjárlög. Hún er í gegnum peningana. Og hvernig hefur það verið? Hver er hinn, ef við getum sagt, óformlega stefna heilbrigðiskerfisins? Það er einkavæðing án gæðaeftirlits. Ég segi án gæðaeftirlits vegna þess að gæðastuðlar sem stuðst við heilbrigðisþjónustu á Íslandi eru mjög fáir með við Norðurlöndin, þeir eru ekki jafn ítarlegir og þeir eru öðruvísi. Það er ekki gæðaeftirlit. Þannig að þetta hefur orðið einkavæðing án gæðaeftirlits. Og hvernig hefur einkavæðingin á sér stað? Hún er á sér stað þannig að það er tekjuöryggi í einkageiranum sem er ekki opinbera geiranum. Sérfræðingarnir flytjast þannig yfir. Það kemur allt fram í skýrslunni. Þannig að það hefur verið óformleg stefna í þessu landi í skjóli stefnuleysis, heildarstefnu til að tryggja öryggi og gæði sjúklinga, þeirra sem verða veikir og sjúkir í þessu samfélagi. Það hefur verið óformleg stefna einkavæðingu án gæðaeftirlit. Þetta lendir alltaf dálítið að þér, Kristján, þegar þú ert búin að vera heilbrigðisráðherra í 3,5 ár og það er rétt sem að Jón Þór er að segja, landlæknir hefur gagnrýnt það að þeir auknu fjármuni sem hafa farið inn í heilbrigðiskerfið hafi að miklu leyti farið inn í einkarekstur sérfræðinga. En samt sem áður, mér langar samt að biðja þig að svara þessari spurningu. Hvers vegna við förum í gegnum þessa umræðu á hverju ári að heilbrigðiskerfið sé fjársvelt og svo þarf að fara í gegnum fjáraukalög og svona þegar menn eru búin að komast að því að þetta áætlanir standast ekki? Ég held að stóra skýringin á þessu sé einfaldlega sú að við erum bara með mjög hæft fólk í heilbrigðisþjónustunni hjá okkur, sama hvort það er á einkamarkaði eða í opinberum stofnunum sem er að afkasta meiru heldur en að fjárlögin hverju sinni leyfa. Ég held að það sé svona stuttast svarið við þessu. Ekki búið síkast. Hins vegar, Jón Þór, leiðum mér aðeins að klára. Hins vegar erum við að breyta þessu núna og það hefur tekið töluverðan tíma. Við erum að taka upp allt. 2 verkföll, fyrsta læknaverkfall sögunar. Akkurat, Jón, leiðu... Fyrirgefðu. Vertu stiltur. Já, vertu stiltur. Við erum að breyta þessu núna. Við erum búin að vinna því í töluverðan tíma að starta verki sem var stöðvað held ég 2009-10 sem er fjármögnun á Landspítalanum eftir því hvernig hann og eftir hans afköstum, hvað hann á að vinna og hverju hann á að skila og þetta er sameiginlegt verkefni, það er mjög mikil ánægja með þetta. Með sama hætti erum við að gera allt aðrar kröfur inn í heilsugæsluna og fjármagna hana og gera gæðakröfur þar og fleira inn í kröfulýsingunni í heilsugæslunni, þannig að við erum að feta okkur inn í allt annað umhverfi og ef við lesum McKinsey skýrsluna, margfrægu sem að vitnaði til, þá segja þeir líka inn í skýrslunni að þetta sé þokkalega fjármagnað heilbrigðiskerfi, það sé vissulega ástæða til að bæta inn í það, en þegar við bætum inn í kerfið, þá verðum við líka með sama hætti að segja til hvaða verka við ætlum að setja þetta og við höfum sem betur fyrr ágæta reynsla því að þreifa okkur áfram í því með sérstakri fjárveitingu til biðlista framkvæmda til að stytta biðlista. Þar höfum við séð mjög góðan og mikinn árangur af því að sérmerkja fjármuni til ákveðna verkefna. Elsa Lára.
Já, ég tek undir það að stefnumótun í kerfinu, heilbrigðiskerfinu afar mikilvæg. Við þurfum að skilgreina. Það er skoðun okkar framsóknarmanna hvaða þjónustu eigi að veita Landspítalanum, hvaða þjónustu eigi að veita heilbrigðisstofnunum og hvaða þjónustu eigi að veita hjá sérfræðingum. Og það þarf að vinna að og komin drög að núna stefnumótun í heilbrigðismálum og við viljum ganga lengra og viljum ganga að heilbrigðisáætlun fyrir Ísland vegna þess að nú sjáum við það að töluvert af þjónustu heilbrigðisstofnana víða landið hefur dregið saman og mikið fólk að sækja læknisferðir í síauknum mæli til höfuðborgarinnar og það þannig og við viljum að þessi farið í heilbrigðisáætlun fyrir Ísland þar sem við skilgreinum hvað þjónustu eigi að veita út frá samgöngum, út frá fjarlægðum, út frá aldurssamsetningu íbúa. Þar koma hjúkrunarheimilin og fleira undir. En hins vegar líka staðan sú að okkur vantar oft sérfræðinga eða lækna til starfa í jaðarbyggðum og því finnst okkur framsóknarmönnum mjög mikilvægt að innflétta ívilnandi byggðaáætlun inn í heilbrigðismálin, skoða hvernig við getum notað námslánakerfið á þann hátt að við getum fengið lækna til að ráða sig á heilbrigðisstofnunum á jaðarsvæðum til að bæta aðgengi landsmanna allra. En það er stefna framsóknarflokksins að allir hafa jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð stöðu, búsetu eða efnahag. Þetta er falleg stefna, af hverju er hún ekki komið fram? Hvers vegna hafið ekki gert þetta? Af hverju eru það forréttindi fyrir marga hópa og margt fólk að komast í læknis? Af hverju setur fólki upp í 3 ár og komið í rúmið að þegar getur ekki gengið og á biðlistum eftir aðgerðum. Og af hverju hlustuðu þið ekki á undirskriftalistan sem að Kári Stefánsson fór í að safna hérna, hátt í 90.000 kjósendur sem að voru sammála því að við ættum í eitt skipti fyrir öll að leggja almennilega í hjartað okkar sem heilbrigðiskerfi. Í staðinn þá takið þetta heilbrigðiskerfi, höggvið það niður eins og var gert alveg og ráðist á það eftir hrun og nú í dag, jafnvel þó þið hafi gefið þó nokkuð mikið í og lagt heilmikinn pening og fjármuni inn í heilbrigðiskerfið og það vel og þá ekki að vanmeta það. En það breytir ekki þeirri staðreynd að við stöndum upp á krónu á svipuðum slóðum í dag eins og við gerðum árið 2008. Og það frekar bagalegt miðað við það í dag árið 2016 og að ekki bara það okkur fjölgi og við verðum eldri. Við viljum fá að leita læknis og það lágmark að sko á sama tíma og við horfum á hvernig verða sólundafé, hvernig verða að taka okkar eigin eignir eins og borgun sem nú að gleymast og svona, þar sem við töpuðum mörgum milljörðum og það verða að tala það þarf að henda inn 11 milljörðum í heilbrigðiskerfið, það verða að biðja 11 milljarða. Hvað eru 11 milljarðar þegar við erum að taka 550 milljarða á ári núna í hreinar gjaldeyristekjur? Hvað fær ríkissjóður mikla peninga af því? Fyrir utan alla lífeyrissjóðina, fyrir utan 1200 milljarða sem við eigum í ógreiddum sköttum frá lífeyrissjóðunum, frá undan þá reglunni sem kom hérna árið 1998. Við viljum bara, flokkur fólksins vil koma heilbrigðiskerfinu í lag eins og öllu öðru. Við viljum fá að vera Íslendingar í landinu með öllum hinum. Við viljum ekki, ég sem öryrki, lögblindu, 75% öryrki, ég vil ekki vera í einhverju annarri þjóð. Ég vil vera Íslendingur með Íslendingum og vera stolt af því og þurfi ekki að skammast mér fyrir það. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, formaður velferðarnefndar, þú verður eiginlega að fá að svara þessu líka því að Inga líka vitna í tímabili frá því strax eftir hrun sem þinn flokkur var í ríkisstjórn. Já, og þá bara ágætt að minnast þess að Ísland var forðað frá gjaldþrota á þessum tíma því að hér hrundi bankakerfið, gjaldmiðillinn, annarkvert fyrirtæki var gjaldþrota og heimilin liðu hrikalegar afleiðingar af því. Hvers vegna fóru þá 44 milljarðar í Sjóvá og SPKF? Má ég tala? Hvers vegna? Þetta var á tímanum. Og við höfum við erum mjög metnaðarfull í Samfylkingunni fyrir hönd heilbrigðiskerfisins. Við höfum verið mjög ósátt við það hvernig tíminn núna hefur ekki verið nýttur til þess að byggja upp heilbrigðiskerfið. Við viljum besta heilbrigðiskerfi í heimi. Við teljum að við eigum ekki að sætta okkur við lakara heilbrigðiskerfi en hinn Norðurlöndin og það þarf að byrja á því að hlúa opinbera hluta kerfisins því að þaðan hafa lekið út fjármunir og við sjáum það síðast í fréttum í dag að nú eru sjúkratryggingar að hóta Landspítalanum að taka þaðan út aðgerðir. Það ekki verið að horfa til heildarhagsmuna kerfisins og það verið að grafa undan opinbera kerfinu. Á það að vera gjaldfrjálst? Já, við eigum að stefna gjaldfrjálsu heilbrigðiskerfi og við erum með áætlun markviss skref strax á næsta ári.
Við vitum hvar við erum með forgangsröðunina, við viljum lækka greiðsluþátttökuna niður í 35.000 krónur almennt, við viljum fara og auka greiðsluþátttöku í tannlækning. Stendur til. Já, og við náðum nú að þrýsta því niður í 50.000, við viljum fara niður í 35 strax á næsta ári. Við viljum fara og auka greiðsluþátttöku vegna tannlækninga, öryrkja og aldraðra. Við viljum setja aukið fé inn í heilsugæsluna, Landspítala og sjúkrahúsið á Akureyri. En kannski stuttumáli tekjurnar á móti. Vilji allt sem þarf. Við eigum nóga peningum til þessa og við ætlum að fjármagna það. Við ætlum að fjármagna það með gjaldi af auðlindunum. Við sýndum það á síðasta kjörtímabili að við vorum óhrædd við að sækja fjármuni þangað sem þá var að finna. Fyrstu verkefni ríkisstjórnarinnar var að skila þeim peningum tilbaka en vanrækja mikilvægustu stoðir samfélagsins, heilbrigðiskerfið og velferðarkerfið. Ég er sammála því. Við ætlum að snúa þessari þróun við og við brennum í skinnuna að byrja. Jón Þór, þið talið gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi, ekki satt? Já. Og þið ætla að fá tekjur á móti sömu leið og Samfylkingin? Það hægt að rekja gjaldfrjálst og það hægt að endurreisa heilbrigðiskerfið með 11 milljarðar fyrir Landspítalann, þá eftir að horfa annar staðar á landi. Það hægt að fara af stað. Sko, ef að barnið þitt veikt og það ekki gjaldfrjáls heilbrigðiskerfi, ef þú verður veikur og þú hefur ekki efni á því, hvað gerur? Ef þú getur tekið lán, þá tekur lán, en við þurfum ekki að taka lán. Það nóg mikið af peningum. Við getum selt eignir ríkisins og við getum gert það þannig með alþjóðlega viðurkenndum leiðum sem að hámarka hagnaðinn af því. Ekki svona bakdýraleiðir eins og við þekkjum hérna á Íslandi. Við getum sett skatt á álfyrirtæki sem að komast frá tekjuskatti á Íslandi með leiðum með bókhaldsbrellum sem aðrar þjóðir hafa skotið lokunni fyrir og við getum hækkað veiðigjöld. Það leið sem að þessi ríkisstjórn kenndi okkur, við getum gefið þeim tvo kosti sem að annar lítur betur út en hinn. Þetta væri hægt að gera. Stöðvast að þunnu eignarfjármögnun. Svo getum við hækkað veiðigjöldin sem voru lækkuð á þessu kjörtímabili á útveg sem stendur hvað best vegna hvalreikiformi lægri krónu. Þetta efnahagslega svo arfavitlaust. Þetta getum við gert strax. Við fáum peninga til þess að gera hana gjaldfrjálsa, byrja endurreisnina og inn í framtíðina að þá fáum við eðlilegt markaðsverð fyrir auðlindirnar okkar og þannig getum við rekið hana til framtíðar. Ég mjög ánægð með að Píratar ætla að koma með okkur í uppboðsleiðina á aflaheimildum því að við tókum mikla baráttu fyrir þessu á síðasta kjörtímabili. Það voru gríðarlegir hagsmunaárekstrar og mikil barist gegn þessum vilja okkar. Og það sem okkur tókst að gera, sem var nú mikilvægt, það var dregið strax tilbaka. Þannig að það gott að heyra að það að fjölskylinn hópi með tilbúið til að sækja tekjur Þetta skiptir máli varðandi fjármögnun. Og við erum með raunhæfa leiðir. Nákvæmlega, það þarf að fjármagna þau. Það ekki brjálað? Við erum með lausnina. Hér var keyrt allt í þrot með kapitalismanum. Og þess vegna lítum við á félagsvæðingu. Byrjum á hagkerfinu, félagsvæðum hagkerfið, félagsvæðum bankana, félagsvæðum húsnæðiskerfið og þar með lífeyriskerfið. Jöfnum það, þannig að allir hafi fullan lífeyri. En hvar viltu byrja, Guðmundur? Þetta ekki einfalt verk eins og þú lýsir. Við byrjum á efnahagskerfinu. En bara svona, að því við erum með heilbrigðiskerfið undir líka, ef við kæmumst það, fyrst að það bara 1 milljarður í Landspítalann bara svona strax, bara til þess að bjarga því sem bjarga verður fram að áramótum, sko. Það bara svoleiðis. Við erum í vandræðum. Hér töluð pólitík og þetta bara hrein og klár vinstri pólitík sem Guðmundur er að fara með og ég virði alveg fullkomlega þessa sjónarmið sem hann stendur fyrir. En aðeins þegar að ræða gjaldtökun og gjaldfrelsið í heilbrigðismálum þjóðarinnar. Þetta kostnaður eins og hér hefur komið fram hjá Þóru 35-40 milljarðar í núverandi ástandi. Við höfum farið alltaf mikið í þetta og við þurfum að leita leiða til að lækka greiðsluþátttöku almennings. Ég skoða þetta mjög víða. Ég hef hvergi rekist á neitt land hér í ekki einu sinni næsta nágrenni við okkur sem að við horfum mjög til þar sem að heimilin greiði ekki einhvern þátt í heilbrigðiskostnaði. Ég hef bara ekki séð það getur vel verið að við höfum stöðu. Hann inn í þessu. Við höfum alveg stöðu til þess að taka svona umræðum en verða líka vera
á jörðinni þarna. Þarna eru 30-40 milljarðar, við erum að tala innspýtingin í Landspítalann einan, við höfum verið að ræða hér 11 milljarða. Veiðigjöld ein og sér standa ekkert undir svona þætti. Ég skal vera fyrstur manna. Ég skal vera fyrstur manna til að taka undir hugmyndur breytingar á gjaldtöku í sjávarútvegi sem að sýnir mér fram á það að við sem þjóð fáum meiri verðmæti út úr greininni heldur en við erum að fá í dag. Ég skal vera fyrstur manna til að skoða. En það er mjög auðvelt að búa til einhverja svona patentlausnir en milljarðarnir sem við erum með undir. Þannig þegar við erum að ræða 11 milljarða inn í Landspítalann, þá hefur við líka að ræða byggingkostnaðina og þar eru 2 milljarða. Þannig að við verðum að hafa heildarsamhengi í hlutunum. En það er vinsælt að bera þetta saman við veiðigjöldin og því ekki fram að ykkar ríkisstjórn hafi lækkað veiðigjöldin. Það er mjög eðlilegt að það sé vinsælt að gera það. Við erum ein ríkasta þjóð í heimi og það er fráleitt að við teljum okkur ekki hafa efni á því að byggja almennilegt sjúkrahús. Við höfum það. Aðal sjúkrahús landsins er mikla og sjálfsögður ekkert mál að fjármagna það, Kristján. Í fyrsta skipti í sögunni Varstu sammála? Er ég sammála, Sigri? Já, á mörgulegt er það. Í fyrsta skipti í sögunni eru áætlanir ríkisins full fjármagnaða byggingu Landspítala. En þá fer allt púðrið í hvar spítalinni. Já, svo kemur svo umræðu, við getum alveg tekið hana. Við skulum setja hana til hliðar af því ég held að við séum með mikilvægari spurningar og áhorfendur hafa verið að senda hér inn spurningar. Til dæmis, hvað var þetta að ákveða hverju ríkið að sinna og hverju ekki? Hvað á niðurgreiða og hvað ekki? Og það er nú eitt af því sem hefur verið kallað eftir við breytingar á heilsugæslunni og þú nú rætta hér áður. Það er einfallega bara geðheilbrigðisþjónustan. Hvar hún er stödd og hvar fólk getur sótt hana eða bara hreinlega getur ekki sótt hana. Ég vil gjarnan fá að heyra ykkar skoðun á því hvort þið teljið að hún eigi verið að hluti af heilsugæslukerfinu og falla undir þá sama gjaldflokk og heilsugæslu. Mig langar til þess að fá að svara þessu fyrst, enda flutti ég þingsályktun að það yrði gerð geðheilbrigðisstefna. Kristján tók við því máli frá þinginu og lagði fram stefnu sem var frábært og við unnum vel þar. En við þurfum að gera miklu betur í geðheilbrigðismálunum og það er mjög dýrt og flókið að leita sér þjónustu. Þannig að margir eru ekki að fá þjónustuna sem þau þurfa eða þurfa að bíða allt og lengi eftir henni. Og við þurfum að nota heilsugæsluna til þess að stórefla geðheilbrigðisþjónustuna. Ekki bara á höfuðborgarsvæðinu, heldur út allt land. Og þar að auki, þá verðum við að horfa sérstaklega til unga fólksins og ég flutti nú tillögu gjaldfrjálsa sálfræðiþjónustu í framhaldsskólum því að við erum með mjög mikið af ungmennum sem að detta út úr skóla og mikla vanlíðan hjá ungu fólki og við verðum að mæta því með þjónustu í því umhverfi þar sem að þau eru dagsdaglega. Geðheilbrigðismálin eiga sannarlega að koma með miklu meira afgerandi þættin í greiðsluþátttökuna og þau eiga að fá miklu stærra pláss inn í heilsugæslunni sem að hefur nú þegar verið að taka á móti mörgum með geðheilbrigðisvanda en ekki kannski verið með þá sérfræðiþekkingu sem að ætti að vera þar inni. Já, ég er alveg sammála þessu með sálfræðingun og það þarf að stórauka það og gjaldfrjálst. Og það er líka dálítið skondið og það ég hef aldrei skilið almennilega af hverju tennur og augu og eyru eru ekki hluti af mér og hvað þá sálinn í mér. Það er bara prestar sem fá að koma nálægt sálinni mér. Ég er ekki hrifinn af þeim. Prestum? Já, nei. Ég meina, jú, einstaklega prestar. Erum besta fólk, margir hverju. Við skulum ekki þeirra fara inn í það. Það er bara hver og einn sem hefur... En það sem þú ert að segja er að þessi þjónusta, bæði tannlæknaþjónusta, sálfræðiþjónusta, geðlæknaþjónusta eigi að vera hluti af... Auðvitað, það er bara hluti af okkur. Það er hluti af líkamann. Gott, góð stefna sem þú leggur til, en Píratar, Jón Þór Ólafsson? Já, Píratar eru með nýsamþykkta stefnu nákvæmlega í sama meiði hvað þetta varðar. En það sem að vantar sem er inn í þessa heildarmynd það er svo mikill aukinn kostnaður þegar að það er ekki tekið á í upphafi. Þegar menn þurfa að bíða á biðlistum eftir mjaðmaðgerð og svo framvegis verða örkumla. Þegar menn þurfa, er ekki gripið nógu snemma inn í og menn, fólk vegna geðrænna vandamála og menn lenda út á kant í samfélaginu. Það var gerð þegar í Portúgal var gerð ítarleg stefnumótun afglæpavæðingu fíkniefna til dæmis.
þýddi bara það að þú ert ekki lengur glæpamaður ef að þú neytir fíkniefna. Við ætlum frekar að hjálpa þér. Fíkniefnamisnotkun er heilbrigðisvandamál, það nálgunum sem þeir tóku. Og svo skoðuðu þeir þetta eftir á niðurstöðuna og hvernig þetta hefði skilað sér og svo framvegis. Þetta kemur í framkvæmd 2011 og niðurstaðan var að það kostar 20 sinnum meira að hafa fíkil á götunni heldur en að aðstoðanum og aðstoðan við að komast inn í samfélagið aftur. Þetta er þessi stóri auka kostnaður þegar þú fjársveltir heilbrigðiskerfið að þá færðu þetta mörgum sinnum aftur í hausinn. Afleiðingarnar. Og þetta er það sem við sjáum í alls staðar. Þú ert að tala í rauninum forvarnastarfi sem hjúkrunarrými, fjársveltir það, þá er fólk líkjandi á spítulunum og þeir sem komast ekki á geðheilbrigðisstofnanir, þá lengjast legan þar í dýrum. Þú ert að tala um að efla á allt forvarnastarf og öllum sviðum heilbrigðisþjónustunnar. Við erum taka alls staðar á þessum málaflokki og bara skoða það og vera heiðarleg með það að það kostar meira að hafa þetta ekki gjaldfrjálst og aðgengilegt. Nákvæmlega. Inga? Og það er líka hérna með húsnæðið og það vantar þarna bil á milli þegar fólk fer inn á stofnanir, geðstofnanirnar, þegar það kemur út, það er fríst, þá vantar einhvern sem heldur utan þau og hérna hjálpar þeim að fá húsnæði. Það er bara heldur út á götu. Eitthvað millistig á milli. Það verður að vera eitthvað að milli. Þeir eru með það í Portúgal, fólk liggur í sjúkrarrýmum på 100.000 krónur á dag og jafnvel sem mánuður skiptir og svo bara sleppt út á götuna. Herri, já, mig langar að segja ykkur sögu. Og það er einmitt í sambandi við... Vera kjarnýrt og... Þarna er ég sammála, þetta var mjög stuttsaga. Ég er sammála henni vinkonu mínu hérna á Álfheiði, Sigríði. Ég ætla alltaf að kalla það Álfheiði, skildi ekki. Jæja, en hérna, okkur var boðið talsmönnum stjórnmálaflokkana daginn í Háskólann Reykjavík þar sem að voru talsmenn nemendafélaga framhaldsskólanna. Og einn samnefnari var einmitt þar sem að við greindum svo glögglega að þau voru að falast eftir því að athuga hver ykkar sem hér sitjið af þessu stjórnmálafólki ætlar að hjálpa okkur að koma á gjaldfrjálsri sálfræði þjónustu inn í skólana. Og ég tala við ungan pilt í Kvennó og spyr hann að því, er það virkilega samnefnarinn? Eru það að kalla eftir þessari hjálp? Og hann sagði já. Það er svo mikið svartsýni og svo mikið þunglindi og svo mikið vanlíðan inn í skólanum. Og þá spyr ég, hér stöndum við tölum allt sem á að gera. Mig langar að vita hver er rótin? Hvers vegna er þetta svona? Á sama tíma og okkur er sagt að 30% af ungum í 10. bekk sé að útskrifast illa læsir og bara ólæsir. Þessir ungu menninir okkar, grasrótin okkar og framtíðin okkar, þeir vilja kannski fara í framhaldsskóla og svo er líka hissa og fallaðir úr framhaldsskólanum. Þeir keyra á bekk, allt í einu er komið allt annað umhverfi og gerða með kröfur á bókina á námið og þeir eru ólæsir námið, þeir eru að burða þó þeim líði illa. Það er algjört lágmark að við tökum utan rótina frá byrjun og fylgjum þessu eftir og leifum öllum að... Ég pínlítið hrættum að það heyrist ekki alveg nógu vel í þér, það skiptum hljónema. Ég vona að þetta hafi samt komist til skila. Gerðist bara rétt í lokin. En vegna þess að líka við hefum svona tiltölulega stuttan tíma eftir, það er hérna og... Ég er nú að fá... Já, það er nefnilega akkurat máli. Mér langar, vegna þess að sko það er greinilegt hérna, þessi fjögur sem standa hérna vinstra megin við þig, vilja að mestu liti gjald frjálst heilbrigðiskerfi og það sem ekki er niðurgreitt núna falli undir það. Þar greinir ykkur á? Nei, okkur greinir í raun ekkert á nema í því að ef ég skil þau rétt að þau vilji bara algjörlega gjaldfrítt alla heilbrigðisþjónustu. Ég vil sjá útfærslun á því hjá þeim áður en að ég tek undir þau sjónarmið vegna þess að slíkt kerfi hef ég hvergi séð í þeim löndum sem ég hef verið að skoða. Varðandi geðheilbrigðismálin. Þá er þetta eitt af þeim verkum sem ég er hvað stoltastur á og ég vil þakka Sigríði Ingibjörgu fyrir hennar frumkvæði að því að flytja þingsályktunartillöguna. Við fórum í mjög mikla vinnu með ótal hagsmunaaðilum tengdum þessum málum. Og það góða við þetta er það að í fyrsta skipti sem við gerum stefnu í geðheilbrigðismálum þjóðarinnar og setjum fram 17-18 aðgerðir í þeim efnum, þá er það staðfesting á því að við erum farin að ræða og vinna með þennan málaflokk sem hefur verið svona hálfgerð tabú á árum undan. Við erum farin að nálgast það miklu opnara og maður verður fullkomlega var við það hvað það er vel þegið og sérstaklega þegar maður horfir til yngra fólks hversu fordómalaus eru orðin í umræðinu. Þegar við ræðum síðan greiðslufyrirkomulagi og gera þetta gjaldfrjálst og við höfum rætt sálfræðinga sem að ég er sammála því að við þurfum að styrkja þetta en áherslan þar inni í geðheilbrigðisstefnunni er svo að setja þá inn í heilsugæsluna
og við stefnum að því að þetta verði komið inn á heilbrigðisstofnanir allar fyrir árslok 2018 í 95% þeirra, en mér heyrist líka fólk hér vinstra megin við mig vera að ræða það að semja síðan við sjálfstætt starfandi sálfræðinga á sama tíma og meðal annars Jón Þór var að nefna það hér áðan að einkavæðingin svokallaða, sérfræðingarnir út á markaði væri aðal vandamáli. Nei, við ætlum bara að ráða sálfræðinga skólann. Það sem ég hef lagt áherslu á í mínu starfi og í tengslum við geðheilbrigðisáætlun sem náðist mjög góð samstæður, það að koma þessu fyrst inn í heilsugæsluna vegna þess að það greiðasti aðgangurinn að verkum, og þegar við horfum á greiðslu þátttökukerfi sem tekur á mörgum þáttum íslenskra heilbrigðisþjónustu, þá erum við að stíga skref og stór skref í rétt Inga, þú verður eiginlega að fá að endurtaka, þú talaðir við hóp ungmenna í Háskólanum í Reykjavík og þú vilt leita rót vandans, af hverju þarf svona mikla sálfræðiþjónustu? Já, ég er að segja að það var samnefnari hjá þeim, þau voru að biðja sálfræðiþjónustu og geðhjálp inn í skólana og það er svo mikið vanlíðan og þunglindi og auðvitað eins og maður segir, hver rót vandans og við vitum það, að yfir 30, það er vitað, 30% ungu drengjan okkar sem útskrifast í 10. bekk eru illa læsir margir hverjir og bara ólæsir. Þannig að þú vilt leita rót þessa vanda? Ég vil fá rótina og ég vil byrja strax við börnin okkar, bara strax þegar þau eru lítil að gefa þeim sjálfstyrking og Dale Carnegie frá degi 1. En þessi vandi sem að Inga að tala er nákvæmlega ástæða þess að ég lagði fram þessa þingsályktun gjaldfrjálsa sálfræðiþjónustu í skólum sem eru þó auðvitað ráðnir til skólana til þess að sinna nemendum þar því að nemendur hafa kallað eftir þessu. Og við höfum stigið stór skref með að fjölga nú þegar samkvæmt síðustu fjárhagsáætlun að fjölga sálfræðingum á heilsugæslunni, það er mjög mikilvægt. En við þurfum að vinna að forvörnum, við þurfum að byrja inn í skólaheilsugæslunni, við þurfum að efla skipulegt æskulýðs- og ungmennastarf og íþróttastarf því að rannsóknir sýna það auki til vellíðunar hjá börnunum okkar sem hefur áhrif á lífsgæði þeirra seinna meir. Hreyfiseðlar eru nýtt átak sem getur haft góð áhrif varðandi líðan og mér langar aðeins varðandi greiðsluþátttökuna því ég hef lítið komist að hérna því að það voru mjög stór skref stigin í mikilli sátt milli allra nefndarmanna í velferðarnefnd og í þinginu, sátt í þinginu. Þessum stigin voru gríðarlega stór skref í að lækka greiðsluþátttöku langveikra. Við brugðumst við mörgum athugasemdum að það væri aukinn kostnaður á móti til þeirra sem fara sjaldan til læknis og lækkuðum kostnaðarþátttökuna helming frá frumvarpinu þar til að það var afgreitt í þinginu og það var mjög skýr vilji allra sem komu að þeirri vinnu að þetta eru fyrstu skrefun og væri stefnumótin í það átt sem við viljum fara og færa fleiri sem við viljum fara og færa fleiri málaflokka undir eins og tannlækningar, sálfræðiþjónustu og fleira og þar eru mörgum skref með aukningu sálfræðinga inn á heilsugæslu og ég er líka mjög ánægð og þakklát fyrir það að hafa setið í velferðarnefnd á þeim tíma þegar við afgreiddum þar út og unnum vinnuna stefnu í geðheilbrigðismálum og það voru mjög mikilvæg skref sem voru unnin þar en ég vil líka leggja áherslu á forvarnirnar og það er mjög mikilvægt. En af hverju vil langar að svara 81% landsmanna vilja opinberri rekstur í heilbrigðisþjónustu. Það eru undantekningar. Það sem hefur gerst aftur á móti að sérfræðilæknir hafa færst yfir í einkarekstur og það er fjárhagslegt öryggi. Við ætlum að gefa ykkur færum að ræða þessi sérfræðilæknar eftir að við ljúkum útsendingunum á Landspítalanum við missum gæði. Já, þið getið rætt þetta einmitt saman og það er náttúrulega eitt af því sem við náðum ekki að koma hér inn á var nú til dæmis bara mönnunin sem að við stöndum frammi fyrir heilbrigðiskerfinu verður sjálfsagt til umræðu í kosningabaráttunni. Og við munum að sjálfsögðu fylgjast vel með Alþingi næstu daga hvort að almannatryggingafrumvarpinu hvort það kemst í gegn og hvort það verður sjálfur sjúkratryggingar og það er forgangsatriði framsóknarmanna. En þessu lokið hjá okkur hér í sjónvarpssal í kvöld og við ætlum að minna okkur á að í næstu viku þá verður fjallað efnahagsmál og atvinnulíf. Já, það eru fulltrúar 6 flokka sem að mæta í hvort þátt á þriðjudag og fimmtudag og kosningavefur RÚV má skoða alla umfjöllun okkar fyrir kosningar hvort sem hún birtist í sjónvarpi, útvarpi eða bara á vefnum. Nú við þökkum þáttakendunum hér í sal fyrir komin og sjálfsögðu ykkar sem heima sitt þú voruð að horfa. Verið sæl.